Það verður að segjast að þetta einn af þeim viðmælendum þar sem valkvíðin yfir því hvað æviskeið og afrek hann hefur unnið mann langar að tækla í viðtalinu óyfirstíganlegur. Sigurjón Sighvatsson var í hljómsveitinni Brimkló, lærði bókmenntafræði, lærði kvikmyndagerð í Bandaríkjunum, stofnaði Propaganda Films, framleiddi tónlistarmyndbönd fyrir Madonnu, Michael Jackson og Guns N' Roses, framleiddi bíómyndir, seldi fyrirtæki, stofnaði fyrirtæki, keypti Joe Boxer, keypti 66 gráður norður, keypti lóðir, keypti firði, kom með Dominos til landsins og nú síðast ljósmyndari, listamaðurinn Cozy Boy og leikstjóri. Svakalegur karakter sem mætti hingað í stúdíóið með 2 síma á lofti. Báðir hringjandi á sama tíma, hann talaði við mig, talaði í síman og punktaði hjá sér í hinum allt á sama tímanum. Það var neitt stressandi að fylgjast með þessu, en við tæklum þetta umræðefni leið og þáttur hefst. Sænski samstarfsaðili þáttarins Pogen. Ég fekk vinnulega ábendingu að þessi framleiðandi dúnmjúku giflar kanilsnúðana vill láta bera sig fram Pogen en ekki Pagen í Svíþjóð. Ég hafði þannig samband við umboðið hér á landi og þau sögðu mér að það væri frjáls framburður hér heima, svo ég ætla bara að halda mig við Pagen. Þó sumarið sé liðið, þá held ég mig líka við giflana, jafngóðir að vetri til og sumri. Ólífa bjóða gæðunum heim, allt sem Ólífa snertir gæðavottað, af því að Ólífa snerti það. Ítölsku handverksbotnarnir á La Madre Pizza verður þú að smakka. Vippaði bara í 9 krónuverslununa í skeifunni og teku með þér þína eftirlætis sneið. Engin vonsvikinn. Sjóvá tryggja svo ánæðari viðskiptavinni og hafa gert það 5 ár í röð, samkvæmt íslensku ánægjuvóginni. Þetta að sjálfsögðu fyrir tilstilli góðrar þjónustu og þess að tjónlausir viðskiptavinnir í stofni fá hluta iðgjalda sinna endurgreita ár hvert. Ein auðveldasta leiðin fyrir þig, hlustandi góður, til að fjárfesta að fjárfesta bara í sjóðum. Þú getur nýtt þér sérfræðiþekkingu íslenska verðbréfa á fjárfestingum með kaupum í innlendum og erlendum hluta eða skuldabréfasjóðum. Athugaðu hvaða leið henta þér, það mjög auðvelt að hefja viðskipti inn á ivaf.is, eina sem þarf rafræn skilríki. Svo lókum það Kemi sem býður upp á hágæða vörumerki eins og rafgeimana frá Bosch á Tunguhálsi 10. Sigurjón Sighvatsson, þvílíkur karakter. Gjörið svo. Ég segi svona. Sigurjón Sighvatsson, verður velkominn. Takk að þér. Herðu, ég nú sjaldan séð einhvern mæta inn í stúdíóið talandi í síman og í hinni heldinni heldur á öðrum síma sem úr að punkta niður í. Og það líka helst svolítið í hendur við símtali sem ég átti við þig fyrir viku síðan eða svo. Þá varst að tala við mig í síman og tala við eitthvað fyrir fram að þig og augljóslega að gera eitthvað annað með hinni hendinni. Já, það rétt. Þú veist, það öll sagt, öll kjörvopn eru tvíeggja. Okay. Sverðin í gamla daga, víkingasverðin. En gallinn það að það snýr önnur eggin að þér sjálfum. Þannig að þú eru að kunna nota þau rétt, því að annars getur bara andstæðingurinn átt auðvelt með það að ná yfirhöndinni. Okay. En ég hef alltaf verið svona maður sem að multitaskar og ég veit ekki hvað íslensku orðið fyrir það, en með marga bolta á lofti oft sagt. Akkurat. Og það hefur hentað mér vel. Já. Ég sé oft við aðra, þess að ekki gera eins og ég geri, vegna þess að það mjög erfitt að vera með marga bolta á lofti og missa þá ekki alla til jarðar. En það mjög oft verið gamlir kunningjar mínir hafa það sagt mig, meiri sér í fjölmiðlum að ég sé bara alltaf í símanum og þetta nú 20 ára gamlar fréttir. Þannig að það kannski rétt. Og svo ég með síma númer 2. Já. En fyrir mig þetta bara einlega spurningum öryggisatriði. En ég ætla ekki að fara að leggja til að öll þjóðin fara að kaupa sér síma númer 2. Nei. En það bara lykilatriði fyrir mig að geta verið svona tengdur. Það gefur mig þá möguleika, ég get verið hvar sem og ég get gert allt sem ég þarf að gera. Ég get verið í símanum, ég get verið í tölvunuleið. Já, ég veit. Og ég mjög vanur að gera þetta, því ég hef gert þetta alla ævi. Já, ég fekk að vera vitna þessu áðan og maður bara dáist að þessu. En það komstu líka og til þess að rétta fram höndina, það að færa báða símana yfir í eina höndina áður en þú tókst í spaðan á mér.
Já, þannig að ég segi þetta er kostur og galli og því að það er stundum sagt og ég er alveg sammála því sem að Sigríður kona minn segir oft, skilu, það besta sem maður getur gefið einhverjum einstaklingi er athygli. Það besta gjöf sem maður getur gefið nokkrum er athygli. Og þegar þú ert svona multitaska kannski á 3-4 stöðum og leið að tala við einhvern, þá er það auðvitað getur skilist sem kannski vanvirðing og ég held að það sé eitt af því, þú veist, þegar aldrinum færist yfir mann og reynslan og kannski ósjálfrátt að það hægist á lífshjólinu. Já. Það er bara þannig. Maður verður að sætta sig við það þó að mér hefði tekist ágætlega að klifra upp brekkuna hérna. Vissulega. Á þess að detta niður. Sá það, komst líka fagnandi. Og þetta er núna svolítið sérstakar aðstæðu sem mann er boðið upp á en bara gaman að því. Já. Fyrir utan ég hef alltaf týnst í Kópavogi, ég má taka það fyrir sérstaklega. Já, nei, þú komst bara frá áhugaverðu, já, þú komst á réttan stað en úr vitlausri átt. Eða þinni átt öllu heldur. Ég ætla ekki að segja að það hafi verið vitlaust, sko. Nei, ég en bara alla æfi hef ég týnst í Kópavogi. Nó, já, ok, þú meinar. Já, þannig að þetta var ekkert nýtt. Ég hef aldrei ratað í Kópavogi. Nei, ok. Og ég rataði enn ekki í Kópavogi. Nei. Og ég legg það bara ekkert á mig að fara að bæta því aftur ofan á í harða diskin að læra hérna götukerfið í Kópavogi. Nei, nei. Við erum búin að ná 70 árunum áðan þess að rataði í Kópavogi og við ætlum ekki að fara að hagga við því neitt. Nei, ég keyri, þó að ég sé mjög hrifinn á Kópavogi, þá keyri ég yfirleitt í gegn. Já. Það er svona eina lífsreglunum sem við höfum lært. Heldur að núna meðan það hægist á með aldrinum, heldur að þú ert núna 70, heldur að 8 þá verður komin niður í 1 síma? Sérðu fyrir þér líf þar sem þú átt bara 1 síma? Ég sé alveg fyrir mig líf án síma. Nú, ok. Já. Ég ætla nefnilega líka að fá að gauka því að þú, þegar ég reyndi síðan hringið þig, þá var slökkt á síman. Já. Þannig þú hika greinilega ekki við að slökkva á þeim þegar þess þarf. Nei, fyrir þetta, ég er með alls tíðs tækni sem er öðruvísi tækni sem ég ætla ekki endilega að gefa upp sem er leyndar tækni til þess að láta tækin og tólin ekki stjórna mér. Ok, tvíeggja sverðið, aftur. Já, og hafa það, þannig að... Býtu, akkur deilur því ekki? Er þetta ekki stærsta vandamál samtímans og fólki að óvinnurinn geti nýtt sér tækið gegn þér? Jú, það er alveg rétt. Þannig að ég get kannski látið, eitt af því sem að ég veit að lendi í ævina, er það að, við vorum náttúrulega, ég vil ekki fara út á sporinu, að við vorum að tala um að hægist á, Já. Og ég segi þess að þegar hægist á, ég ætla að fara aftur í þann punkt, Snorri, svo að ég sé nú svolítið one point, höldum þræði, að þegar að hægist á, þá er ég að vonast til að þessi regla sem að mig langar mikið til þess að fylgja betur, sem sagt að gefa þeim einstaklingum sem að ég er í samskiptum við meiri athygli, það er hluti af planinu, næsta 10 ára plani, ekki eins og fjárlögum ríkisins bara 1 ár í einu. Það virkar ekki mjög vel og er greinilega að sýna sér í þinginu í dag. Það er verið að rífast hluti á hverju ári. Það væri mun betra kannski að væri skipulagt aðeins lengar fram í tíman þó ég ætla ekki að segja þeim hvernig þeir eru að vinna í fjármálaráðuneyti eða leggja saman tölurnar í fjárlögin. En þannig að það er alveg rétt. Það er eitt sem ég gjarna vildi gera er að ég vildi gefa einhverjum stefna því að gefa það sem er besta gjöfun sem hún getur gefið sem er að gefa athygli. Því að það kostar ekki neitt. Það er alveg rétt. Og það hlýtur þá að þýða færri símar og minni notkun. En að þegar þú spyrir líka hvernig fer ég að stjórna því og það ger ég auðvitað með því vegna þess að fyrir 30 árum rúmlega þá fékk ég svona síþræddu og var þess vegna þá að gjörbreyta mínu lífi. Já. Og hlut af því var einmitt að láta ekki utanaðkomandi aðstæður og áreiti, sem að kalla er kannski bara stress, að stjórna þér algjörlega vegna þess að þá er hætta á því að þú yfirkeyrir þig. Já. Það er auðvitað mjög einstaklingsbundið
hver einstaklingur er bara eins og bifreið, allir þessi fínu bílar hérna frammi sem að þú sjálfsagt ekki sýnt í podcastinu hjá þér. Nei, En allir, hver sig er sérstakur og er með sérstaka vel sem þarf sérstaka aðhlýningu. Þannig er alveg með einstaklingin. Já. Að ekkert okkar er einskjart. Þannig að áreitt og álag þolum við misjafnlega eftir því hvernig við erum úr garði gerð. Þú þolir ansi mikið. Já, en ég brann þannig yfir 1990. Já. Því að þá var ég að gera mikið. Einmitt. Þú varst að gera ansi mikið. Og það var ár hérna, já, ég vil ekki segja stórra og mikilla verka. Wild at Heart kemur þarna út. Já. Og svo var Twin Peaks í tökum og svo var Beverly Hills 90210 í tökum. Já. Og svo var ég mikið á ferðalögum og það er nú eitt af því sem er talið, sem að hefur ekki í rauninni nógu mikið verið rætt til dæmis núna í hérna heimshlínunni og öllu því sem þar er hvað ferðalög hafa mikil áhrif á líkama og sál, sérstaklega að ferðast gegnum tímabelti. Já. Og ég var á þessum tíma mikið að ferðast bæði til New York og London, Íslands frá Los Angeles og gerði bara í mörg áratugi. Og það ég til dæmis, ég ætlum ekki að fara að varpa fram svona alhæfingum, en það til dæmis talið að flugfólk, og það að sýnt þetta sérstaklega í Bandaríkjunum, sem sagt, meira flugfreyjur en flugstjóra, en til dæmis flugstjóra verða hætta 65 ára. Já. Bara vegna þess að það talið of mikið áhætta að hafa eldri flugstjóra en það. Betur, akkur er það skilyrði frekar en hjá ríkina sem út 70 og með sér tala að hækka þann eftirlaunaldurinn. Og það náttúrulega bara því að þú ert með ábyrgð á mörg hundru manns og það eins gott allt sé í lagi og það skiptir aldurinn máli. Þannig að ég held semst að og eitt af því sem ég sem sagt læriði, við erum að koma aftur að því akkur ég með símana. Já. að ég varð að finna mér leiði til þess að geta ráði við allt sem ég vildi gera án þess ég raunin að brenna yfir aftur. Já. Þú brannst alveg, lýstu þið hans fyrir mér hversu mikið þú brannst yfir, hvernig lýsir þetta sér? Ég sko, það svona, það er mjög skrítið sko að á enskunni tölum við að brenna yfir, burnout, en í íslensku tölum við að ofkælast, kulnun. Ja, akkurat. Og ég veit ekki hvernig þessi hugtök hafa svona alveg skipt merkingu sem sagt í tilfæslunni í málinu. En mér finnst það bara mjög athyglisvert. Það eru til 100 nöfn yfir ísjaka á grænlensku en ekki í Englandi, af því það einhver ísjakar. Einmitt. Þannig að þetta örugglega, en mér finnst það svolítið aðeins lýsa þjóðinni sem sagt, við tölum að ofkælast. Þannig að, en í mínu það og það þessi kulnun sem svo mikið talað í dag hér, og þetta mikið í Ameríku líka, þetta burnout, getur lýst sér á margan hátt. Já, mér lýsti það sér þannig að það var kallað þessi síþreyta þá. Og það vissi enginn hvað þetta var. Þetta var tiltölulega nýtt fyrirbæri. Að einhver var farin að tala það. Og það var, sem nýsti sér fyrst og næstum í rauninni bara eins og flensa. Já. Þannig að það voru í rauninni einhver ákveðnir verkir. Það er ekki eins og ég er með afar mikið höfuverk eða illt hér eða illt þar, heldur var það bara eins og flensa í rauninni eins og ég væri alltaf með svona smá hita. Já. Og hafði þess vegna afar lítinn kraft. Ég var til dæmis í rúminu bara næstum í 6 mánuði. Vá. Rúmfastur. 6 mánuði? 6 mánuði. Eftir fyrsta mánuðin hlýtur að fara að spyrja þig hvað var eiginlega að? Eftir fyrsta mánuðin fór ég bara stað aftur. Já. Og eftir 2 vikur var ég aftur komin í rúmi. Já. Og þá var ég 2 mánuði og fór aftur að stað. Og fór þá aftur í rúmi. Einmitt. Þá sá ég að það var eitthvað að gerast sem ekki var eðlilegt. Já. Og það var þá sem ég fór að sem sagt huga verulega að mínum bæði starfsháttum og svo lifnaðarháttum.
og því fylgdi bara gjörbreyting á öllu mínu lífi. Ég hafði að vísa aldrei reykt hvort í sígarettun eða mikið af hinnu dótun öllu sem til og ég hafi pröfað það og ekki litist vel á það, aldrei farið vel í mig og þó svo ég vilji afglæpavæða fíknefni og annað slíkt vegna þess að ég tel að það sé í raunin bara til góðs, þá er ég jafn mikið á móti þeim. Já. Sem sagt, því færri sem að neita að því betra. Já. En ég hafði samt verið svo heppin, ég hafði aldrei reykt og ég hafði lítið gert af hinnu og það var alveg eins með áfengi, ég drakk ekki mikið áfengi, en ég hætti því alveg. Ég meiri sér að hætti að drekka kaffi og í 5 eða 6 ár. Og þannig ég bara gjörbreytti annars vegar öllum mínu lifnaðarháttum og tók síðan upp ákveðna reglur og fór síðan að stunda heilsurækt en ekkit endilega í svona í world class skillingdum heldur meira bara að hugsa vel líkama og sál. Ég fór í jóga og eitt af því sem ég byrjaði á þá ég var þá að vinna með David Lynch en Sigríður kona mín hafði einmitt lært innhverfa íhugun á Íslandi áður við fluttum til Bandaríkjanna og hafði gert svona nota það alveg bara svona sem tæki til hugstillinga fyrir sjálfa sig og mér alltaf finnst þetta sniðugt en ég hafði aldrei tíma til að gera þetta er 20 mínútur 2 á dag sko. En svo getur séð í stóra samhenginu er það nú ekki mikið, það er ekki einu sinni heill klukkutími. Þannig að þetta er ekki einu sinni 5% af deginum og David Lynch var ítrekkað við mig þegar ég var þess að kannski væri nú ekki mikið að gera annað þannig að núna kannski væri komið tími til fyrir mig til þess að geta aðeins pröfa til dæmis að læra innhverju íhugun og að því ég þekkti til hennar líka gegnum sem sagt Sigri þá og ég sá alveg að þetta var gott tól en ég hafði bara ekki komið staðið það var bara ekki komið upp á borðið en nú var það bara þarna og það var alveg rétt David, það var ekki mikið annað sem ég var að gera ég bara skreittist fram á rúmunu fekk mér eitthvað smá eins að borða og upp í rúmatur og síðan þegar var linni 2-3 mánuð fór ég að fara aðeins í gönguferðir og svona smá sem var að byggja upp líkamlegt þrek aftur og örugglega andlegt og eins og segi því að þegar ég rauninni var þetta kannski er þetta kallað síþreita eins og mínum einkennum var lýst vegna þess að það er meira bara stöðu þreita heldur en einhver ákveðin verkur eða eitthvað sem er hægt að gefa þér skilurðu ekki hausverkjapillur eða einhver aðra verkjapillur eða sterar eða hvað sem er og það er dálítið átak sko að læra einhverfa íhugun maður þarf að vera á ákveðnum stað segi ég í lífinu, þess að segi ég stundum við fólk einhverfa íhugun er sko besta tæki og besta tól sem við getum nota til huga til þess að róa hugan til þess að fara í það sem að við köllum ég segi við að því þessum að svona stundum að það köllum djúpslökun vegna þess að það er sko eitt er slökun og sko að það er mjög gott að slaka á til dæmis núvitundin og ég læriði hana síðar með minni fjölskyldu og ég nota núvitund mjög mikið ég til dæmis tíni eiginlega aldrei í símanum eða bíllyklunum eða vatninu sem ég með allt leið og kannski er ég að koma á krónunni en ég eiginlega tíni aldrei af því að þá fer ég í núvitund og núvitund er í rauninni þess að segja oft og það er svo mikið munur á þessu vegna þess að núvitund er að vera í núinu og það er auðvitað rosalega mikið atriði vera hvorki í fortíðinni framtíðinni vera í núinu og svo getur spurt mig aftur ef við viljum leika okkur með þetta símamál hvernig getur við verið í núinu með alla þessa hluti en ef þú þekkir núvitund þá getur það vegna þess að á þessum tímum þá veit ég að ég verð að fara yfir í núvitund. Ég er búin að læra það. Já, lærður það í gegnum Nei, það er nefnilega allt annað. Nei, já, ok. Þú lærir það ekki fyrir áratugum seinna. Já, þú ert aðskilja þetta. Já, ok. Og þess vegna ég segja, núvitund er svona að vera meðvitaður og vera þess vegna, það má segja kannski
ekki og vera kannski einbeittur. Já. Það er svo mikið nota allir þessi slangorð sem ég er á móti eins og að tala allir fókus, ég sé það er bara einbeiting, fókus er það sama. Það er núvitundur kannski fyrst og fremst bara að vera einbeittur, að vera á staðnum og þá kannski aftur þetta að gefa þeim eða því sem þú ert að gera full athygli. Akkurat. Ég mun ekki fara í síma með hér. Nei, þó þið langar. Þó þið langar. Já, nei, mér langar ekki. En ég veit það kannski eitthvað sem kallar, en ég veit líka allt, það er ekkert sem að ekki getur beðið í 90 mínútur. Ok. En síðan kemur djúpslökunin. Já. Og djúpslökunin er það að komast burt frá öllu þessu. Já. Og þess vegna segir stundum sem er kannski svolítið hættulegt að segja að sko einhverf íhugun er sko algjör andstæða núvitundar. En að því að einhverju sálfræðingar, þó að ég sé mjög hlindu sálfræðingum af öllum gerðum og tegundum, þó að þar sé misja söður í mörgu fyrir eins og allstaðar, að það er búið að svona tengja þessi hugtök saman. Þannig til dæmis fyrirtækir bara fara að segja, já við sendum fólk bara eitthvað núvitundanámskeið, þá verður það í lagi. En sko núvitundi er í rauninni allt annað, vegna þess að hún byggist að því að vera í núin og vera í einbyttingunni. Einhver í íhugun, það er sjálfsagt til önnur tæki, ég þekki þau ekki öll, en til dæmis svona ákveðna gerðir af jóga bjóða örgla upp á svona sömu upplöfun sem er djúp slökun. En djúp slökun er fyrst og fremst það að komast í burtu frá öllu og ná því að hreinsa allt kerfið. Og við lýsum þessu stundum, Snorri, í einhverfa íhugunar hópnum, í raunni bara svona eins og rafstraumi. Og þú einhverjum íhugunin þannig og ég segi það er átak að setjast niður í 20 mínútur 2 á dag, en þú þarft ekki að gera 20 mínútur 2 á dag og kostur við einhverja íhugun er sá að þú getur bara gert hvað sem þú vilt. Oft er svo mikið af þessu jóga og öðru slíku sem við kenna að það eru svo fastar og stífar reglur að fólk eiginlega fer yfir á því að læra reglurnar. En Maharishi sá sem kom með einhverju íhugun til Vesturlanda, hann sá bara að öll Vesturlandi eru stressuð. Já. Þannig að hann sagði að það þýr að setja einhver reglu fyrir þetta fólk. Það er bara hopeless. Já. Við erum að tala bara heilu þjóðinu, við erum að tala bara 900 miljón manns. Og þannig að ég ætla ekki að fara að setja þær reglur, til dæmis ef þú sofnar í íhugunni þá segir það er bara gott. Já. Meðan ýmsar aðra íhugunni segja, mátt ekki sofna. Þá missur áhrifin. Já. Og þannig að sko en það er átak að geta sest niður 20 mínútur á dag og vera einn með sjálfum þér. Já. Þetta er sem sagt enska hugtakið er Transcendental Meditation. Já. Og þarna ertu með svona möntru, eða ekki? Jú. Og er þetta er eitt verkfæri sem þú notaði til þess að komast yfirstíga kulnunina sem hún lendir í? Já, og aðalverkar og verkværi einmitt, en verkværi sem ég nota bara í dag, þetta er bara... Þú notar þetta ennþá? Já. Ég held að Arnold Schwarzenegger talaði þetta, hann tók 1 ár þar sem hann gerði þetta og svo hætti hann að iðkita að einhverju leiti svona, já, reglulega hann gerði 2 á dag í 20 mínútur, en hann sagði einmitt að hann myndi alltaf búa að þessu. Já, sko, að læra einhverju íhugun er bara eins og læra á reiðhjóli. Já. Þú kannt á hjólið, þú þarft ekki alltaf að nota, en þú veist að ef þú þarft að nota hjól, og þá kannt að nota það til taks. Myndirðu telja þetta eitt af þeim bara svona heillaskrifum í þínu lífi að hafa lært þetta? Algjörlega, ég sé bara eitt af mínum heillaskrifum í lífinu var að fá síþreytu. Já, að það? Já. Tengdist þessi síþreyta eitthvað blóðeitrun sem þú fékkst í Mexíkó? Já, ég fekk mikla matareitrun. Matareitrun, já. Já, mjög svæsna og var á spítala í 3 vikur. Það er ekki oft sem fólk verður spítala í 3 vikur út af matareitrun. Nei. En ég tel það tengjast í vegna þess að það er allt sko allar svona eitranir og veirur og annars lítið áhrif á ónæmiskerfið. Og ég tel að það hafi veikt ónæmiskerfið. Já. Og ég fór ekkit í það eftir þess að spítalalega eitthvað pæli því, ég bara fór á 100 eins og áður. Já. Og þó að ég hef verið farveikur, kilurðu, þar líka. Og þannig að ég sé bara að það var bara heilla skref fyrir mig að rekast á þennan vegg svona snemma og neyðast til þess að leita leiða til þess að geta valdið allir þeirri streitu sem að mitt daglega líf og mitt starf og starfsvið
í rauninni krefst. Já. Það sko gífurlegt álag að vera í kvikmyndabransanum og ég sé að vísa í öllum skapandi greinum, misjafnlega mikið samt sem áður. Þannig ég sé þetta var bara mitt mesta heilla spor. En það sem sagt átak að geta sest niður 20 mínútur á dag og verið með sjálfum þér. Og það þetta sem við erum að tala um, þess að við erum að tala um slökun, djúpslökun, núvitund, einbetni. En djúpslökun erfiðasti staðurinn sem hægt að komast á. Okay. En sumir segja að til þess að geta í rauninni funksjonerað vel, hvað það á íslensku, til þess að geta verið bara með fullt starfsþrek, fullt þrek og einbeitingu, þá þurfi líkaminn að ná djúpslökun. Okay. Og þess vegna sem ég var að segja þannig að við lýsum þessu svolítið þannig að þegar þú ferð í og tekur mantruna og ég ætla ekki að fara endalega að gefa upp þau öll, það hafa allir sína mantru. Er hún ekki leynileg eða? Jú, þú átt að eiga hana bara fyrir þig. Já, segðu okkur aðeins hver þín hérna. En aftur á móti, þú veist, ég sé stundum fólk gæti búið til sína mantru, en það samt ákveðin í tækni alveg eins og að læra hjóli, sem að maður lærir í byrjun sem hjálpa manni til þess að fara inn í þetta ástand, þetta hugleiðslu ástand, sem að síðan kemur manni ef maður nær því í slökun og svo áfram í djúpslökun. Okay. Og ég lýsi því stundum eins og að þegar maður komin í djúpslökunar ástandið og maður ertu ofta ekki meðvitaður það. Þú bara, ég bara hugsa mig, ég stressaður hérna, ég 20 mínútur en ég þarf bara að fara að hitta hann snorra þarna. En svo ef við endur tekum mantruna nóg oft, þá gerist það ómeðvitað, frekar en meðvitað, að það koma bara örstuttir straumar sem að hreinsa þetta. Og það bara eins og svona frá rafstraum í gegnum sig. Og ég segi bara svo oft þegar ég íhuga eða hugleiði að það bara hreinsast allt. Og það til dæmis mjög, ég lýsi því sem mjög algengu svona afleiðingu þegar ég kemur hugleiðslu, það bara mani fullt af hlutum sem ég var búin að gleyma. Og það tekist bara kannski því að ég þarf að fara út í bút eða einhver sem átt að gerast fyrir viku eða einhver sem hafi haft samband við mig og ég hafi glemt að hafa samband við því að allir boltarnir eru hérna uppi og það sem að hugleiðslan gerir það að hún nærði að bara hreinsa allt sem að komi bara þá var að fara svo mikið að hrannast upp fyrir fram að þig í heilanum að harði diskur var bara farin að bara snúast bara Hættur að ræða í Garðabæ og Hafnarfirði Akkurat og þetta gerir það og ég segi fyrir mig hefur þetta bara gert það og gera það ennþá ég fæ mína bestu hugmyndir ég fæ mína bestu lausnir allt út úr hugleiðslu Iðkar hana ennþá eftir reglulegu svona hvað maður að segja gerir þetta daglega, gerir þetta á mótnana eða grípur bara í þetta þegar þú þarft núna? Nei, ég gerir þetta alveg hygglaust daglega, ég gerir þetta ekki alveg í sama kerfi og kannski er lagt upp með að því ég kann það ég er búin að tilenga mér þetta hjólið að ég nota það þegar ég þarf en ég þarf það á hverjum degi til þess að komast á áfangastað þegar ég ætlaði bara að labba og þess að fara í hjólinu þá bara kæmist ég ekki á áfangastað Þannig að jafnvel maður eins og þú sem hefur verið að gera svona mikið og ert svona duglegur og afkasta mikill, þú þarft þína slökun og færð hana í gegnum einhverju íhugun. Já, ásamt núvitund og jóga og göngum og öllu, skilur þú? Akkurat. Mataræði, mikið atriði. Hvort ertu meira viðskiptamaður eða listamaður? Ég hef nú alltaf sagt að ég er fæddur framleiðandi en lærður leikstjóri. Þannig að og hvað er framleiðandi? Ég myndi segja ég er fyrst og fremst athafnamaður. Ok. Ég er sem sagt þannig og það er svona kannski einmitt þegar að vera að tala viðskipti þá gleymist þetta að þeir sem kannski hafa gert bestu fyrirtækina hvað sem að það er sköpun í því. Sköpun í því að gera eitthvað nýtt að við setjum hérna í þessu bílagalleri ég meina Tesla er bara ný hugsun á fjórhjóla bifreið það er bara talva á hjólum og það var einkennilegt að einhver maður sem hefur aldrei
nálagt Detroit eða bílaversmiðum komið, þó hann hafði nú vísu ekki stofnað fyrirtæki, en kefti að geta komið þessi framkvæmt, en það þarf bara algjörlega nýja hugsun. Einmitt. Þannig að ég held að það gleymist oft og ég sé, þannig að ég lít svona á mig frekar svona sem svona athafna vaka. Já. En jafnvel þegar þú varst bara í poppinu og tónlistinni, þá varstu með gott fjármálavit. Þú varst látin svolítið í fjármála hlutverkið innan hljómsveitarinnar og þess að þar. Er þetta bara eitthvað sem þú fékkst í vöggugjöf? Já, vísu er það sagt, segir fjölskyldan það sko, og það, ég sagti svo að ég sem sagt ættar frá Neskaupstað, Norðfirði, en alin upp á Skaganum, og á Skaganum hérna fórum við alltaf nýr á bryggju og fengum frían fisk, strákanir, og svo fór maður bara með heim og gaf mammu, maður var ekkert í því að gera business og selja hann. En á Norðfirði þótti það algjörn hneysa að ég skildi fara að biðja frían fisk. Það var ekki gert. Það var bara þeir sem að öfluðu aflans, þeir áttan og það þýtti ekki þeir átt ekki til orð. Og það var einmitt sagt mig þá ættingum á Norðfirði, hvernig dettur það að biðja bara gefin fisk, hann bara að fá verðmæti í gefins. Já. Og ætla hann svo að auðgast á þeim. Ég ætla hann ekki að gera það, ég ætla hann bara að láta ömmu fá það í svoðið. Já. En þannig að ég var 6 ára þegar þetta gerist, þannig að sjálfsagt hefur það fyllt mér alla tíð og auðvitað var það alltaf þannig að til dæmis bara þegar við vorum að byrja í músíkinni Bræðurnir, þá byggum við til og það alltaf þetta að búa sér til aðstöðu. Það var náttúrulega Bíóhöllin á Akranesi sem alveg bara var og ennþá að harpa akurnesinga og ég var náttúrulega að byrja að koma það mjög snemma því að móð mín var í leikfélagi í Akranes og var að leika á fjölónum, það var æðislegt að koma í bíó og það virkaði fyrir mér bara stórt og harpan en þann dag í dag sé ég bara Bíóhöllin á Akranesi fyrir mér minnst ég bara að sitja í hörpunni. Já. En við gátum ekki verið þar alltaf, þannig að við vorum í kjallara heima hjá okkur á Brekkubraut 18 og þá bjöggum við til samkomaðastöðu sem hétt Rúmbukjallarinn á Brekkubraut 18 og það var ég sem sá það. Já. Bróðir minn var náttúrulega aðal attraksjónin því hann spilaði á harmonikku og fleira. Ég var nú ekki orðin mjög verseraður í músík á þessum árum að rétt að byrja í Lúðrasveit Akranes og fleira. Við börðum trumbur og ég blés eitthvað í trompet en ég sá allar framkvæmdir í Rúmbukjallaranum. Einmitt, það var látið í þínar hendur. Það var í mínar hendur. Og þú ert líka, út af, ég er svona aðeins að reyna að tengja þetta út af, mér þótti svo fyndið, sko, ég heyrði það strax á þér, það væri svona, ég ætla ekki að segja, sko, þú berða nú alveg með þér að vera mjög virkur og ég ætla ekki að segja ofvirkur, en ég var að hugsa, er þetta líka svona athyglisbrests alveg út af því ég var að tala við þig og allt í næst að tala við mig en ég fattar, hann að tala við eitthvað annan og svona sveimhuga, en síðan varstu mjög góður námsmaður og þú var háar einhverjir, útskrifast með 9 úr verslunarskólanum og áttir þína íbúð fyrir 20. Það var ekki alveg verið 9 en ok, já, ég átti mína íbúð fyrir 20. Það alveg rétt. Og bíl. Bíl 15 ára og var ekki komið með bílpróf. En það var ekki bíl í fjölskyldin, þannig að það kom sér ágætlega. Það var vissi Fiat sem að bilaði alltaf. Fiat Sport. Þannig að það var svolítið skemmtileg reynsla. Já. Að vera bílprófslaus og eiga Fiat sem alltaf var bilaður. Já. En já, ég held að það sé ég var í mitt á fundi fyrir 2-3 árum með rithöfundi svo erum við búin að vera í hádegisverð og segir hún við mig ertu með athyglisbrest? Og ég hef eiginlega aldrei verið spurður að því áður. Ég hef ekki mikið verið sálgreindur þó að vísu ég sé kona mér sé sálfræðingur og hún aðalega með eitt sjúkling sem hún segir að sé mjög hægum bata. Bata þó? Já, en það eins og ég segi þannig að en hef ekki mikið verið sálgreindur en ég held að það sé alveg rétt
sko, að vera með mörg járn í eldinum þýðir það athyglisbrestur sko, fyrir mig, og þess að segja ekki gera eins og ég, vegna þess að fyrir mig hefur það virkað betur og það til dæmis ég með mörg verkefni og ég nú þarna bara sama tíma þetta fræga ár 1990 mörgum verkefnum og auðvitað þegar maður er með gott fólk það var líkilætur, við getum rætt að síðar hvað sem skilur, það er náttúrulega líkilæn að öllu er fólk og en sko ég hef einhvern veginn þannig að ég er með mörg verkefni en til dæmis, ég veit ekki hvernig það er með athyglisbrest eða ADHD hvort að það þýðir það að þú klárar ekki verkefni, það er oft sagt sko þessum með mikið ADHD þeir ná ekki að klára neitt, þeir byrja svo mörgu ég hef ekkert pælt í þessu skilgreiningum og ekkert reynt að fá neinar læknisfræðilegar útskýringar á þeim en fyrir mig er það oft gott að parkera verkefnum ég set verkefni, ég er komið á stað svo segir einhver með tör, hvað með þetta verkefni sem varst að tala fyrir tveimur árum, hvað með það? Já, það er nú ennþá, en það er bara að malla og það er vegna þess að fyrir mig er það bara kannski að því ég er ekki eins brilljant og margir aðrir í mínum geira eða eins fljótur að hugsa að fyrir mig er oft mikið atrið bara verkefni sem slíkt alveg sama hvað það er hugmyndin að hún fái að vaksa vegna þess að stundum til dæmis ég er til dæmis ef við tek dæmi, ég er sem að kaupa rétt á barnabók ég hef ekki mikið gert barnabíómyndir og ég er búin að lesa það er röð barnabóka sem ég á að kaupa og ég er búin að vera að pæla í nokkur ár og allar segja, byrju hvað akkur bara kaupir ekki bókina það er bara því ég er ekki alveg komið lausn á því hvernig ég vil gera myndina ég veit að þetta geti verið góða myndir en ég held samt að núna eftir 4-5 ár sé komið ákvæðin og lausn og það byrja því hver getur skrifað það Já, núna eftir 4-5 ár, þetta er búið að taka svona langan tíma Já, ég er ekki ennþá búin að kaupa það ég ætla að vona að seljast ekki meðan við erum í þessu samtali en ég held að ég loksins búin að finna manneskju sem ég held að geti skrifað ok þá er kannski tími til þess að gera það þannig að það hefur bara alltaf verið svona í bakhöndinni en það gleymist ekkert og ég er með mjög sko gott kerfi Snorri sem er bara mjög gamaldags það sem ég er með bara með boxin og línutnar og svo bara tikka í þannig að þú hikar ekkert við að parkera verkefnum þú klárar ekki verkefni frá A til Ö og leggur það þá frá þér, þú ert kannski komin inn í D, E, F, G og þá parkerar verkefni og lefið að malla bara í nokkur ár Já, og þá heldur fólk oft bara, já, hann er algjör sveimhugi, hann er bara búin að gleyma þessu, en það er ekki þannig. Nei, verkefni hefur sitt eigi líf. Já, en stundum auðvitað hefur það síðan gert, einhver annar hefur tekið verkefnið, eða að eitthvað svipað hefur, að því að tíminn, auðvitað, sumir segja, tímasetning er allt. Já. Það er þessi enski fraski, timing is everything. Og tímasetning skiptir miklu máli. Þannig að stundum getur verið einhver hugmynd sem varst með fyrir 8 árum sé bara orðin úrelt. Ég hef séð það gerast, skilur við. En svo sé það líka aðrir að execution er allt saman. Þess að hvernig útfæsla og úrvinnsla er allt. Já. Og fyrir mig að taka eitthvað og klára það á morgun, þá yrði það ekki svo úrvinnsla sem ég myndi sætta mig við. Ég sem sagt minn besti gagnrýnandi. Já. Þinn mesti gagnrýnandi kannski. Já, örugglega. Myndirðu segja að það væri meira fullkomnuna sinni frekar heldur en einhver sem að keyri hlutina í gegn? Öll þessi verkefni sem að þú ert búin að parkera, er það erfitt fyrir þig að klára þau eða gera þau illa? Eða ekki eins og þér langar að gera þau? Já, það er náttúrulega svolítið erfitt sko að því aðalstarfi er kvikmyndaframleiðsla og það er svo margir sem þurfa að koma að kvikmynd og þá verður ofta að gefa eftir. Já. En vegna þess að sá sem er með fullkomnuna áráttuna algjörlega, hann klárar náttúrulega aldrei verkefni því verkefni er ekki til. Því að það er ekkit verkefni fullkomið. Það er bara staðreynd
Ég hefði nú heldur Víking Heiðar tala eitthvað þetta einhver tímann sem sagt að verkin eru aldrei til, maður aldrei alveg klár á að skila því endanlega. Tengirðu við þetta? Já, en ég held ég hefði svona samblandað þessu tvennu, sko. Já. Og ég segi stundum, já, og það einmitt bíómynd sem ég gerði fyrir 12 ára sem núna kom á Netflix og allt í einu rauk númer 1 á Netflix í nokkrum löndum og einhver sendi mér með linkin á það eða tenginguna og ég hafði gaman af því. Hvað myndi það? Hún heiti The Killer Elite með Jason Statham og Robert De Niro. Já, ok. Fekk ekki mjög góða dóma þegar hún kom út en gekk ágætlega. En allt í einu kemur hún núna og ríkur upp en það til dæmis mynd sem að þegar við kláruðum hana, þá var ég alls ekki ánægður með hana. En ég gat samt sem að gert mig grein fyrir því að innan þeirra marka sem við vorum að vinna var í lagi að skila verkinu. Ég skil. Ok. Þannig að þú berð virðingu fyrir því líka að það er ekki hægt að gera allt fullkomið og þú þarft að vinna innan ákveðins ramma. Það er það sem að kvikmyndagerðin hefur kent manni í rauninu og ekki síst að því þú tala viðskipt og það vil allir alltaf færa mig við viðskiptaheiminn, það er ágætt. Það er greinilega ekki lita á mig sem einhvern höfund eða skapara sem að, ég veit ekki, það mætti kannski alveg bara líta meira á það. Já, ég meina Baltasar Kormákur var hérna og ég bað hann að útskýra hvað framleiðendur gerðu og hann talaði það bara sem mjög kreatíft hlutverk í kvikmyndagerð. Að vera framleiðandi getur verið mjög kreatíft, hvernig þú setur saman teimi og já, höfunda að einhvers konar handriti eða mynd. Já, ég held að ef þú vilt vera góður framleiðandi þá verður að vera skapandi og það er ekki að því að þú þarft að setja saman, það var einmitt þetta var í tengslum eitthvað annað sem ég var að lesa að að í rauninni góður framleiðandi hann þarf ekki að gera neitt ef hann gerir allt rétt. Og það er sem sagt, ef þú finnur rétta efnið, ef þú finnur rétta handritshöfundin, þá munu þeir leikstjórar sem eru góður vilja gera verkið. Já. Þannig að þá ertu búin að finna góða leikstjóra. Þegar þú ertu búin að finna góða leikstjóra, þá muntu fá góða leikara. Því allir leikara vilja að vinna með góðum leikstjóra. Og þannig að þeir eru komið þann pakka og ef þú kannt síðan þitt fag sem er auðvitað að sníða sér stakk eftir vexti, það er lykilatriði í kvikmyndagerð að sníða sér stakk eftir vexti, að ráðast ekki eitthvað sem að gera einhver stórslýsamynd fyrir 100 milljónir. Það er bara ekkert hægt. Því að fólki sem situr í salnum er bara að horfa nógu mikið af flottum stórslýsamyndum og jafnvel hvort sem hún er merkileg og ómerkileg veit að þetta er illa gert. Þannig að þú verður að kunna ákveði handbragð. Okay. Þannig að sníða sér stakk eftir vexti er mjög mikilvægt en síðan það velja síðan allt rétta samstarfsfólkið vegna þess að nú ert að fara í langa vegferð frá því að handritið til sem ég segi meðaltali 3 til 5 ár þá er þetta svona 18 mánaða vegferð og ef að eitthvað klikkar á þeirri vegferð þá náttúrulega getur það komið niður á myndinni ekki bara fjárhagsramanum, heldur líka er mikið að fólki getur unnið saman í allan þennan tíma og það er kannski listin í því að vera góðu framleiðandi er það að velja saman rétt fólk vegna þess að þau testa að gera það þau testa að velja verk sem passar inn í þennan ramma og þá er heldur ekkit vanda það er engin vanda fjármagna bíómynd sem er með góða sögu, gott handrit, góðan leikstjóra og góða leikara það er bara engin vandi en síðan er það að það er ekki nóg að það sé allt hæft fólk vegna þess að það verður síðan að hafa sömu sín og geta unnið saman og eitt af því til dæmis merkilegasta sem ég lærði í kvikmyndaskóla sem er náttúrulega lífsregla sem að margir ætti að læra sem er tengist starfsþjálfun í rauninni en semst lokaverkefni í kvikmyndaskólanum hjá mér USC University of Southern California var það að við, ef þú varst heppinn, það eru 100 sem eru útskrifast og það eru 10 sem að síðan fá að gera lokamynd. Þá er valið þitt handrit og þú færð að leikstýra þig. Síðan eru sem sagt 90 eftir sem að fara sem sagt þurfa líka útskrifast og þeir þurfa þá að komast á þessar myndir í einhverja stöðu. Helst á stöðu sem þeir vilja verða. Vilja þeir verða kvikmyndatökumenn eða vilja þeir verða klipparar eða hvað sem er. Og eitt af því hluti af því að útskrifast úr USC var það að þeir eru búin að velja þig og þitt handrit
og þú ert búin að velja hérna áhöfnina, krúið, það mátti ekki reka neitt. Já, Þannig að myndin er búin. einmitt. Þú ert að landa þetta verkaði upphafi. Og það sem meira þau með heldur ekki hætta hjá þér. Já. Þannig að ef þeim líkar ekki við það þýðir ekkert fyrir það að hætta. Þú mátt ekki hætta. Það þýðir, þú ert komin á skip og það er komið á stað. Já. Það þarf bara að koma því að landi. Já. Þú getur ekkert stokkið bara frá borði Nei. eða fyrir borð. Já. Og þetta var sérlega, ég myndi segja, þetta er mikilvægasta leksían sem ég lærði í USC, er þetta, það er eins gott að setja saman gott tím, því við erum að fara hérna í hálfsársvegferð og við verðum að geta klára verkið. Akkurat. Og við verðum að geta unni saman. Akkurat. Og ég get sagt að því að ég heyri til þess að þú ert ekkert að hæla mér, þannig er ekki ágætt bara ég hæli mér aðeins. Sjálfsögðu, það Er bara, ekki gott? En ég mun auka hólið, það sem líður á viðtalið. En til dæmis ég hef aldrei lent í því. Myndirnar eru misjafnar, sko. Þegar nú gera þetta, ég myndi segja, ég meðaldali hef mér tekist að koma í framleiðslu fyrir utan allt annað sem ég gert, svona kannski 2 myndir á ári, skilur, það er svona ef þú tekur outputið. Það er þokkulega mikið. Já, það er ágætlega mikið. Já. Bara til að hæla þér. Já, sko, það er magn, svo kemur gæði, en ég myndi segja, sko, þú veist, gæðin eru ekki kannski alveg í samræmi við magnið, en þau eru samt alveg nóg. Vegna þess að, þú veist, ef það er svona, ég segi svona, ef það kannski á þessum 50 myndum eða hvað, ef það 10 eru góða, heldur maður sem bara, maður er bara í góðum málum. Það eru 10 myndir sem að þú myndir nenn að horfa á. Og þannig að eitt af því sem ég hef aldrei lent í 7-9-13, ennþá, en sem gera það verkum að ég hef ennþá gaman að starfinu og hef jafn mikla ástriði fyrir því og bara þegar ég byrjaði, er það að ég hef aldrei farið yfir budget á bíómynd. Ég bara aldrei lent í því. Alveg saman hvort ég hef verið að gera mynd fyrir $800,000 eða $80 milljónir. Og ég hef aldrei lent í því að þurfa einu sinni. Einu sinni lenti í því að Nicolas Cage heimtaði kvikmyndatökumaðurnir í Reykján. Það var Wild at Heart. Nei, það var Red Rock West. Red Rock West. Og það var vegna þess að það var óreyndur kvikmyndatökumaður og Nicolas Cage er mjög svona maður sem vinnur bara af innsæi og tilfinningu. Hann sagði, hann bara, Jóni, ég get ekki setið hinum með myndavelni hjá sem manni. Bara hann setið múr jafnvægi. Tengist ekki því hvort hann er hæfur og óhæfur. Það er bara einhverjir straumar sem koma. Er Nicolas Cage maður á þessari bylgjunengt? Já. Nicolas Cage er algjör snilling. Já, ég veit allt um það, en einhvern veginn sá ég ekki fyrir mér að hann væri að svona tengdur tilfinningunum úr maganum, sko. Algjörlega, hann byggir allur á því. Nicolas Cage er alveg ótrúlega tilfinningagrein. Það? Já, hann er bæði þrælgreindur, en þar að ekki er hann með mikla tilfinningagreind. Og skilur strauma. Hann sagði bara, straumarnir eru þannig að þeir setja mig á jafnvægi. Þannig að þá letum við þennan kvikmyndatökumann fara. Já. En hann var heldur ekki reyndur og hann kunni í rauninni ekki að haga sér þó hann kynni á tólin og tækin fyrir framan þessa leikara og geta fengið þá til þess í rauninni að smetla saman sem eina heil. Já. En annars hef ég bara aldrei lent í því að þurfa að láta fólk fara eða fólk hafi hætt eða hafi lent í vandarum. Þetta er ofta átök þegar út í stærri verkefnum. Já. En ég hef aldrei lent í því og ég hef aldrei lent í því að fara yfir budget. Áðurinn fyrir að stað í mynd, þá er ég svona nokkuð klára því, ég get skilað henni á þeirri kostnaðaráætlun sem upp var lagt með. Alveg sama hvað hún er stór. Hvaða mynd hefur haft hæsta budgetið sem þú hefur framleitt? Það var K-19. Hún var hátt í $100 million. $100 million. Og hvernig gekk hún upp? Hún er ekki slæm. Nei. Og meir sé að vex með tímanum. Ok. Og það er kostur. En hún náttúrulega fellur ekki alveg að þeirra svona hefðbundna spennumynda mynstri. Þess vegna kannski sko voru öðruvísi væntingar þegar hún kom út. Fólk held að væri að fara, svo Harrison Ford bara í einhverju spennumynd eða aksjónmynd. Ég skil. En þetta er náttúrulega sann saga fyrsta kjarnorkukafbátinn sem að fer niður í Rússlandi sem að sekkur í Rússlandi, þannig að þetta er svona saga, þannig að það er miklu meira í því, en það var náttúrulega, það var átak að saga að gera þessa mynd, það er bæði
margra klukkutíma podcast og það gæti þess vegna verið heil bók og skemmtileg. Já, framleiðslu þeirra myndar. Já, og mikil átök. En eins og þú segir þarna, fólk bjóst við einhverju sem að Harrison Ford var búinn að svolítið tyggja ofan í þau árin áður. Akkurat. Fannst þú þig aldrei sem framleiðanda í því að finna jöfnu eða formúlu sem virkaði, sem að mók seldi og halda þig við hana? Er það ekki freistandi sem framleiðandi? Ertu að segja að ég hef ekki gert svoleiðis myndir? Ég er bara að spyrja hvort að það freistaði þín ekki. Nei, það freistaði mér nefnilega alls ekki. Þú, það var vegna þess, sko, Hollywood, þetta kannski fjalli aldrei, það er the story of my life sem saga lífsins, ég er alltaf milli stafs og hurðar. Já. Ég var bæði í hljómsveitinu Þokkabót og Brimkló í sama tíma með að meðlimir þessar tveggja hljómsveita töluðu ekki einu sinni saman. Nei. Þeir auðvitað þekktust og vissu hvora öðrum, en ef þeir mættust á götu þá alla heilsuðust þeir og við spöluðum sannarlega ekki á sömu böllunum. Þannig að sko en Hollywood nefnilega sem er athyglisvert og sem ég ber mikla virðingu fyrir, en er alls ekki fyrir mig að því við byrjum að tala alla þessa bolta. Jú. Og að vera sveimhugi og allt þetta og athyglisbrest að Hollywood í rauninni byggir á sérhæfingu. Það byggir sko á henni sko alveg úberhæpir sérfræðingu. Sérhæfingu. Þannig að ég sá náttúrulega bara strax í skóla að ég átti ekki roð í þetta fólk. Þessu var ekki beint verið að kenna framslag sem betur fer í þessum skólum sem ég var í, þá verið að kenna manni líka hina þættina. Maður þurfti að taka 1 ár í klippingu, 1 ár í hljóðupptöku og 1 ár í kvikmyndatöku og ég myndi segja að ég hef ekki staðið mig mjög vel í neinu þeirra. En allavega. Þannig þú áttir ekki roð í fólki sem fór í svona sérhæðara hlutverk eins og vera klippari eða tónskáld eða leikstjóri eða hvað hann er? Nei. Tökumaður mögulega? Já. Nei. Okay. Alls ekki, vegna þess að það er bara alltaf mikið einbeiting að einu starfi og ég segi, og henni góðu leikstjórar þeir gera, og það er talandum í vitna, ég er náttúrulega unni með svo mörgum góðum en þú getur tala annars vegar David Lynch og þetta sko og svo getur tala annars vegar mist með Catherine Bigelow svona betra dæmi lýsandum að því að David Lynch er að gera marga hluti líka og hann leggur á til hliðar og fer í einhver aðra greinar en Catherine Bigelow sem ég gerði 2 myndir með og hún var nú setna Óskarinn fyrir myndina Hurt Locker að það sem að og við unnum mjög vel saman og ég hefði gjarnan viljað halda því samstarfi áfram en það bara var komið að svona skilum hún hafði önnur verkefni, ég hafði önnur verkefni en sem sagt að það sem ég dáðist af við hana var það að hún bara, þegar til dæmis vorum að gera K-19 og hún hugsaði ekkit annað en 2 ár ég hefði bara orðið geðveikur að geta ekki hugsað neitt annað í 2 ár. Já. Hún hafði frábæra einbeitingu og allt það, hún hafði sína tekni til þess að kannski að fara ekki í þráhyggjuna, því að svo er þráhyggja. Já. Og þannig að það höfðaði aldrei til mín. En sko það sem ekki sérhæfing í Hollywood, að við erum til dæmis bara með stéttarfélag fyrir fólk sem er í því að færa til plöntur á kvikmyndasetti. Já, ok. Hollywood er svona byggt upp á sérþekkingunni algjörlega og sérhæfingunni þess er besta fólk í heimi er þar Já. Og þess var það til skamms tíma það er breyst að í rauninni og sérstaklega þegar ég var kannski auðvitað kom það sér vel samt sem áður ákveðnum tíma svona, sko, vegna þess að ég var að gera tónlistamindbönd og við vorum náttúrulega langbestir í því og ég til að eina ástæðan til þess að við vorum bestir í því þar að ég hafði heilmikið bakgrunn í tónlist fullt af mínum leikstjórum það hafði ekki verið í hljómsveitum og fleira Já, þú ert að tala um propaganda Já. Má ég rekja aðeins fyrir þá sem þekki ekki söguna þarna er að þú ferð þarna í bókmenntafræði sem að kom fólki svolítið á óvart miðað við svona viðskiptaþekkinguna sem þú hafðir og eftir bókmenntafræðina ferðu til Bandaríkjanna og þú ferð í USC eins og þú segir, lærið þar kvikmyndagerð og þið stofnið síðan eftir námið, þú og vinnuðinn propagandafilms Já. Og þið að gefa ykkur út fyrir að gera tónlistamindbönd sem nú þvílíka harkið á þessum tíma út af því að tónlistamindbönd voru kannski ekki beint gullkálfurinn sem að varð þarna, en þið hittið á gullæð Já, og réttust á réttum tíma Timing is everything Akkurat Og þú farið til þín leikstjóra eins og Spike Jonze, Michael Bay og David Lynch og kunna á borð við Madonnu,
Guns N' Roses og fleiri. Bara alla sem skiptum máli. Það? Já. Og þú ert aðalkallinn? Ég náttúrulega minn félagi, Já. Steve, sem átti fyrirtæki með mér. Já. Er þetta ekki viðbrigði fyrir þig þarna? Að útskrifast úr skóla og gerum þessi tónlistamindbönd og síðan bara, Madonna, Guns N' Roses, það vilja allir bita af kökunni. Já, sko, jú, þetta svolítið sérstakt, sko. Ég var aldrei starstruck. Nei. Þannig að ég leit bara á það sem verkefni. En hitt málega, ég verði að viðkjanna maður stundum svona banka í skal sér hausina svona mótnast að byrja, já, þetta örugglega það rétt að við erum að fara að taka Michael Jackson vídeó í dag. Það alveg rétt, já. Það var bara svona til að minna sig á hvar maður væri. Jú, það rétt að það kom fyrir. Magnað. Og þannig þú komin inn í tónlistamindbandagerðina og það varst að tala það og mér langaði svona aðeins að rekja aðdragandan að því, en þið færið ykkur yfir í bíómyndirnar. Já, sko að þið verðum að tala sérhæfinguna. Klárum það? Já. Ég verð að halda þér á one point. Já, algjörlega, en ég vildi líka koma með forsöguna þarna út af því að ég var ekki fæddur þarna og þú ert búin að fara í viðtölu í áratugi þessi mál, en síðan fólk á mínum aldrei sem bara vissi ekki að einhver Sigurjón Sighvatsson var mættur í mekka bara popkultursins á þessum tíma. En fyrir ekki, sérhæfingin. Nei. Við skulum klára sérhæfingin að fara einmitt í þetta. Þegar við sérhæfum okkur í þessu. En ástæðan þess að sérhæfingin höfðaði aldrei til mín vegna þess að ég var í rauninni, og þess að þú segir, já, það kom fólki ávart að skildi að fara í bókmenntir. Þú heldur mér hans að pointa því ég er með þér. Ertu með þetta? Ég er með þér. Að þegar ég var í Vestló, ég hef rosalega gafin að vera í Vestló. Já. Bara, Vestló alltaf verið besti djamskólinn í bænum. Já. En fíni kennar og frábært fólk og fíni krakkar ennþá vinnir og kunningjar og allt það. En svo byrjaði ég viðskiptafræði, mér fannst það svo leiðilegt að mér fannst það bara alveg ömurlegt. Já, byrjaði í viðskiptafræði? Já, góður. Og ég svo bara, og þá kannski hugsaði ég ekki endalega, ég kann þetta allt. Ég held ég hef aldrei verið með þá hugsun. Nei. Ég kann þetta allt. Ég hugsaði stundum í dag, en þá segi ég fyrir ekkar, ég hef gert þetta allt, heldur en ég kann þetta allt. og kannski kostinu hverja bíómynd að engin bíómynd er eins. Já. Það er ekki sama upplifun, það er ekki sama fólki, ekki sama sagan. Að mér sem sagt en ég fór í bókmyndunar og þá var því ég hef alltaf haft gaman að í rauninni segi ég góðu framlendi, alveg svo leikstur, þetta er bara aðeins breyst í gegnum svona allt umtal og þegar frægðin kemur og allt glitterið kemur og þá svona vissi fólk sjónar á því en í rauninni er líka góðu framlegandi er bara sögumadur. Já. Og ég hef alltaf gaman að sögum, þess vegna mér er alltaf langað, en ég hef aldrei haft tíma til að lesa heimsbókmyndunar af því að ég var í skóla og ég var í hljómsveit og ég var að gera þetta og ég var að gera hitt. Þannig ég hef bara ekki haft tíma til það já, hvernig get ég komið mér yfir heimsbókmyndunar þar sem ég get einbeitt mér og já, það er svo leiðilegt viðskiptafræðinni og mér finnst ég eiginlega ekkert vera að læra þar sem ég hef ekki gert áður. Að í rauninni ertu búin að reka fyrirtæki, þau eru búin að reka hljómsveitir frá því þú 6 ára í rúmbukjallarann með að allir ég hafi ekki verið 8 10, skulum ekki gera ómikið úr þessu. Ég er búin að vera að reka svona, ég er bara búin að reka business alla ævi, þó að ég hef ekki verið náttúrulega 20 eða hvað sem var. Og reynslan mikilvæg þarna, en af hverju langar í bókmenntafræðinni? Af hverju langar í þessa gráðu? Af hverju bara... Nei, mér langar ekkert í gráðuna. En ég tók að vissu 2-falda BA-gráðu. Þið langar ekki gráðuna, þið langar ekki gráðurnar? Nei, en ég svo bara mér fyrst ég komin í með eina að teki hinna. En og það er ekki margir bæði sem að eru með 2 BA-gráður. Eða 2 meistaragráður og kvikmyndagerð. En það bara gallin það sem er æðislegt til það bara spyr aldrei mér neitt hvaða gráður ég með. Ég með allar þessar gráður og ég er aldrei spurður af því. Það er bara sagt, þessi mynd var góð, þessi mynd var slæm. Það er það sem er stórkostlegt við þetta fag sem er kvikmyndaframleiðsla eða þess vegna að skrifa bækur eða hvað sem er. Það spyr enginn menntunina. En allan, ég hugsa bara mér, ég er ekki búin að lesa heimsbókmyndunar og vil lesa þær vegna sem ég langar að segja sögur. Kannski bara skrifa eða hvað sem er. En í rauninni þó að enginn held ég að líti á mig sem sagnamann, þá til ég mig sem sagnamann. Ég er maður sem segir sögur. Já. Það er í rauninni það sem ég lifi fyrir. Misjafna sögur. Eða skrifa sögur.
það saga að skrifa að koma með Dominos pizza til Íslands. Já. Það saga. Þú lítur á þetta þannig? Já. Bara eins og það saga, ég vil ekki eða ómeklum tími hana, skilur. Jó, ég ætla að fá að pikka en síðan með það eftir. En allavega hana, þannig að sem sagt, ég fór þar til þess að geta í rauninni fest niður hennar sveimhuga sem að þú ert búin að gera með að hér á nokkrum mínútum, að festa niður við það að hann þarf að lesa ákveðin, þannig að hann verður að skila sínu. Já. Þess vegna fór ég í bókmyndina. Síðan þegar ég fer í kvikmyndagerð, ég held að það kom jafnmörgum á óvart. Það hafði aldrei neitt mig sem verið að skríða fjalarköttin eða allar helstu listarænu kvikmyndir sem hindi voru á Íslandi. Þannig að maður geta að fara að framlega kvikmyndir. Það var ekki búið að framlega svona tæknilega fyrstu íslensku kvikmyndina. Þannig ég fór í það. Vegna þess að ég sá það þegar ég var þannig inn í þessum fína hópi sem var með mér í háskólanum, og ég ætla ekki að fara að droppa þeim nöfnum, ég er búin að gera það svo oft að það er orðið þreytandi, að ég sá það aftur. Þeir eru bara svo sérhæðir og þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja gera. Það þýðir ekkert fyrir mig að vera í þessari grein. Ok, þú upplifði það þarna líka? Alveg bara mjög fljótlega. Eftir 1-2 ár. Það er bara, ok, ég mun ekki meika það hér. Já. Ekki svo að það uppfylli minn standard. Nei. Þannig ég ætla ekki að fara að skrifa, þó að ég hef verið blaðmaður í ákveðin tíma, ég gert þetta allt, að hluta til, og ég sagði það var ekki nógu gott. En ég sem ok, en ég hef alltaf langa að hugsa bara með mér, já, bara ekki kvikmyndin mín leið til þess að tjá mig. Og það kemur tónlistabakgrunum sér vel, og það kemur bókmyndabakgrunum sér vel, og þannig ég ákveða að sækjum og fara sem sagt í kvikmyndagerð nám. Og þannig sem sagt lendi ég á þessari vegferð. Já. Sem framleiðandi mitt, sem einhver sem heldur utan alla sérfræðiþekkinguna. Þú setur hana saman. Já, það bara vegna þess að ég fæddi framleiðandi. Já. Þú lendur bara oft í því sem að þú kannski gerir best. Akkurat. Og ég var búin að vera að gera meðvitað og ómeðvitað, bara frá því ég var strákur, bara í aðeins öðrum vettvangi. En það sem ég sá líka fljótlega, þess vegna við getum sagt, bæði bara í Vestló, í músíkinni, svo í bókmyndunum og svo í kvikmyndagerðinni var það að ég gat ekki í rauninni, og þá ég tala með til þess bestu bara tækni fólk í heimi kom út úr USC. Allir sem vinnum fyrir George Lucas í Star Wars meðal annars, og George Lucas sjálfur voru í þessum skóla. Það fólk, og sumir eru kunningja mínir ennþá, og svo sko rosalega einbeitt að því að vita bara allt, til dæmis einvissi allt hljóð. En það bjó hann til hljóðin í sverði í Star Wars og heiti Ben Burt. Þannig að sko, ég myndi nú aldrei bara nenna því. En það er mjög góð hugmynd að fá einhvern til að gera það. Þannig að ég sá það að ég gat ekki keppt við þetta, og ég hafði heldur ekki áhuga því, vegna þess að kannski ég vil ekki segja frekar að bara að vitundarsviðið er svo vítt, Snorri, frekar en að segja að þetta sé sveimhugi. Já. Ég sá það, ég hafði aldrei neitt áhuga því að festa mig einhverju einu sem það bara að gera hljóð fyrir bíómyndir eða klippa. Já, þannig varstu upplifur þið á réttri hillu sem framleiðandi þarna í Hollywood? Já, algjörlega, bara dattinn. Og er þetta en ekki framleiðandi, það sem var þá í Hollywood var það að svo voru framleiðendur allir settir á þetta bás. Þú getur gert grínmyndir, þú getur gert drama. Já. Þú gerir aksjónmyndi vel. Og þú gerir tónlistamindbönd. Já, en það sem gerist einmitt, og það var til þess mikið, við getum komið því aftur með propaganda, ég veit ekki hvað er mikinn tíma hérna, eins og ég sagði þér áðan, það fyrir ekki að stoppa með hitt, vegna þess að við sem vorum að gera tónlistamindböndin, við höfðum allir annað markmið sem var að komast út úr þeim í bíómynd. Einmitt. Þannig að sko, við höfðum allir sameiginlegt markmið, við bara vorum bestir í tónlistamindböndum, að því að við vorum svona ákveðin því að þau yrðu að vera best til þess að við getum komist út úr út úr þeirri grind. Já, einmitt, og upp í aðsta listformið sem er kvikmyndin. Já, einmitt. Akkurat. Okay. Og það sem við vildum allir sem voru þar vildum gera, og það áttum við sameiginlega. Við áttum margt annað ekki sameiginlega, og við getum líka komið því eftir. En þess að ég upplifði það þannig,
að ég hef ekki áhuga að gera bara spennumyndir, en ég hef gaman að spennumyndum ég hef gaman að gamanmyndum þó að vísu að það hafi aldrei verið litið á mig sem einhver komiker þannig að hérna það er kannski þó að 1-2 af mínum grínmyndum séu bara ansi góðar en af því að það var gott fólk en sem sagt þannig að ég sá það bara strax að það hendaði mér ekki að fara inn á aksjónbrautina, inn á spennubrautina, inn á grínbrautina. Þannig að ég vildi bara frekar gera hitt og þetta. Og í mörg ár, þetta er þegar við erum komin út úr myndböndunum, eða vilt fara aftur í þau eftir, þetta, í mörg ár, að þá var þetta mér til vams. Þegar fólk segir, við veitum eiginlega ekki hvernig myndir hann gerir. Nei. Jú, hann gerir þessa spennumynd, en hún var ekki æðisleg. Hún var ok. Og svo gerum þetta drama, jú, það er fínt, en það er að því að það var David Lynch. Já. Eða það fann alltaf einhverja aðrar ástæðu til að segja, við ætlum ekki að ráða hann til að gera Fast and the Furious. Já. Einmitt. Enda hefði ég engan áhuga á því. Nei. Hafnaðurðu mikið af verkefnum undir lokin? Nei, ég hef í rauninni ástand til þess að ég hef lifað. Flestir á mínum aldri eru bara í Hollywood skal ég segja, komnir bara á eftirlaun og hættir. Já. 85%. Nei, ég hef alltaf búið til mín eigin verkefni. Já. Þannig að mér var ekki boðið mikið á öðrum verkefnum. En ég hef hafnað nokkrum verkefnum og sum vildi ég taka. En aðstæður buði ekki upp á það. Mér var til dæmis Tarantino bauð mér að gera Pulp Fiction. Í alvörunni? Alvörunni. Að framleiða hana? Hafði hann samband við þig og reyndi að fá þig til þess? Já, það er aðeins önnur saga en sagan er þannig að þegar að Tarantino hafi gert myndina Reservoir Dogs og var svona rísandi stjarna og allir sá að hann var ótrúlega talent þá kynntist ég honum maður kynntist náttúrulega svo mörgum gegn tónlistamyndböndin en þegar allir vildu horfa á tónlistamyndbönd og við vorum náttúrulega leiðandi í því bara, ég held að það er ekki bara ég þannig að ég satt að allir þessi leikstjórar í dag heimsfrægir. Já, út að þið byrjuðu í tónlistamyndböndunum. Þeir sem byrjuðu með mér, bara margir, eins og David Fincher og Spike Jonze og Michael Bay og fleiri, þetta eru einhver smá leikstjórar, þannig að við sá allir að þetta var mikill talent, þess að var hort á okkur og við vorum í ákveðnum brennidepli í Hollywood senunni. Já. Við vorum í rauninni eina almennlega stór fyrirtæki sem var að gera þetta vel. Já. Og það var að því að það var svo fínt fólk og með svo mikið metnað. En já, og þannig ég hef kynst Tarantino og við vorum svona ræðu hvað við getum gert saman jú, hann var rétt að byrja skilur og við vorum stórkallar þegar að koma allavega að við vorum nöfn í bransanum fyrir allavega fólk eins og hann sem var nýkomin úr videolegu og við ræðum verkefni og hann segir eina sem ég er nú ekki búin að skrifa næsta verkefni en ég alltaf langað til að gera mynd eftir bók sem er framhald af bókinni Prizzi's Honor sem er mynd sem John Huston leikstýrði og Jack Nicholson og Angelica Houston leiku aðalhlutverki og heitir Prizzi's Family og það vildi svo til að ég þekkti mannin sem átti réttin á bókinni og ég sé hann er bara ótrúlega tilvæg ég bara þekki manni sem á réttin á þessu og hann sé bara æðislegt og ég sett það saman og við byrjum að vinna í því og þetta var gerst einu sinni tvisvar hjá mér áður og svo líða nokkru mánuðir og þá hringir Tarantino í mig og segir Stójani, ég var að segja það þetta er ekki að ganga upp hjá mér ég er ekki að fíla það sem ég er að skrifa og ég kom með hugmynd að annarri mynd ok, einu sé ekki bara gera hana saman það sem ég bara gall við það er að Weinstein og þeir sem hjálpuðu mér með Reservoir Dogs ég var eiginlega búin að lofa þeim næsta handriti sem ég myndi skrifa ok, sé maður verið að virða það og þannig að hann fer með það annars seti Weinstein og Sony og þeir sem sagt borga fyrir þróun á Pulp Fiction. Já. Nú komið 1993.
og við erum nýbúin að framleiða mynd sem að mér finnst að er ennþá mjög ánægður með og heitir California með Kái sem að Brad Pitt leikur aðalhlutverki í. Hún þótti nú mjög svona ofbeldisfull, hún fjallaði einlega fyrsta Hollywoodmynd sem fjallar raðmorðingja. Já. Og hafði ekki gengið mjög vel í bíó því að hún hafa mikið ofbeldi í henni. Raðmorðingi, ég meina, þú voru að gera því skil. It's the name of the game. Já, og hafði þar ekki gengið mjög vel. Fyrir utan það að allir yfirmenn Polygram sem að þá voru orðnir eigendur okkar fyrirtækis, þeir voru aldrei nervisi, sko. Við erum, þið ekki verið að gera svona myndi, þið verið að gera myndi sem að fólk vil koma og horfa á. Og allavega að færi verðlaun. En eða korugt, ég bara þó að Brad Pitt sé einhver rísandi stjarna. Einhver rísandi stjarna. Einhver rísandi stjarna. Þannig að við erum nýbúin að gera það mynd og hún er ekki búin að ganga vel og þá hringir Tarantino í mig og segir, Jóni, ég ætla bara að segja, nú eru bæði Weinstein og Sony, þeir eru hætti við að gera Pulp Fiction. Þeir leggja ekki í það. Það er svo mikið ofbeldi í henni og þeir leggja ekki í það. Og mér finnst ég skulda þeir greiða. Þannig að ef þið eru til að gera myndina fyrir $8 million þá bara kem ég með hana til ykkar. Og ég held náttúrulega aftur að ég væri dáin bara komin til himna. Ekki í Hollywood, heldur bara í himnum. Þannig að ég skal ég segja þér bara auðvitað, við vorum alltaf að finna mánudagsmorgnum og Organized Chaos og ég segi við fólki, ég er náttúrulega með aðeinslega frétti að Tarantino vil gera næstu mynd með okkur. Og Tarantino er þarna svona stór, það er alveg nafn að koma með Tarantino eftir Reservoir Dogs. Já, hann er að því að Hollywood sko er í rauninni ekki stórt samfélag. Nei. Miklu minn en Kópavogur. Já. Og þú ratar þar. Og ég rata þar og það vita allir þar hvað er að gerast. Já. Það rata allir þar. Já. Og þeir vita líka göturnar sem er að byggja og leiðirnar sem er að leggja og fólki sem er að koma. Já, og Tarantino var komin á kortið. Já. Og meir en það. Ok, og þú mætir þetta á fundin og lætur vita að þú gætir halað en Tarantino. Já, og það er lesið handritið og menn segir, nei, við viljum þetta ekki. Við ætlum ekki eða $8 million eftir að vera búin að tapa $5 million á California ofbeldismynd með Brad Pitt í aðhlutverki. Þetta er bara tap og fyrir þetta við viljum ekki tengjast svona myndum. Þannig var þannig að ég gerði ekki Pulp Fiction og ég aftur sko, þannig er þetta þegar þú verður semst að taka tillit til annara. Mér leið ekkert mjög vel yfir því að segja nei. Ég hafði enga hugmynd það, skilju hvort að myndin myndi ganga eða ekki ganga, en hún var ekki mjög dýr á Hollywood mælikvarða. En svona tilfinningalega séð, þá var þetta svona eina af þessum stórstund sem þetta hefði ég þetta er ekki góð ákvörðun. Nei. Þó ég aldrei vita hvað þau myndi gerst nákvæmlega með Pulp Fiction. Nei. En þá förum við bara í núvitunduna og við hugsum ekkert hvað hefði geta gerst eða ef og hefði. Það er bara dagurinn í dag. Já. Ef við spólum aðeins fram að endalokum propaganda, þú seluði frá því og þú nefndi Dominos á náðan. Ég ætla samt að fá þig til þess að rekja aðeins leiðina að Joe Boxer og á endanum 66 gráður norður. Hvernig gerist þú hluthafi í Joe Boxer undirfatta vörumerkinu? Já, það var nú bara þannig líka aftur. Það kom til okkar maður, því við vorum svona ákveðin þunga með, við vorum líka orðin eitt stærsta auglýsingaframleiðslu fyrirtæki í Hollywood. Það var bara og það stafaði því að aftur og vorum á réttum staðar réttum tíma auglýsingabransin var í svona ákveðin í tilvistakreppu. Allir auglýsingaleikstjórar voru bara farnir að eldast, það var komið að svona kynslóðskiptum og allir sem að ráka auglýsingastónum og segja, hvað vilja krakkarnir? Já. Og þá segja allir, já, býttu, það er allir að horfa á MTV. Hver er að gera þetta MTV-dót sem allir er að horfa á? Já, það eru þessir þarna. Höfum samband við þá. Þannig fórum við inn í auglýsingarnar. Okay. Skilur við. Og svo kemur til mig maður, ungur maður, sem er með eitthvað fyrirtæki sem heitir Joe Boxer og er að selja framleiðendur. Þú vil að fá okkur til að framleiða auglýsingu. Og ég kynnist honum, við erum ákveðins kunningar, ég segja, og hann heitir Nick, og
Ég kom hérna með fulla flugvéla fólki frá Bandaríkjum 98 með Joe Boxer og við heldum hérna risa tískusýningu út á Reykjavíkur flugvelli. Já. Löngu áður en Ísland varð inn. Nema það að hérna, ég sé hann, ég mikið leitt að segja það, en bara, þú er bara ekki efna okkur. Já. Við bara, þú ert enga pening. Við gerum þetta vel, en það er dýrt. Já. Við erum náttúrulega bara að vinna fyrir Coke og Nike og Pepsi og þannig að það eru milljónir dollara. Þannig að já, ok, en við erum ágætis kunningjar. Ég gerði eitthvað fyrir hann. Við gerðum einhverja svona ódýrar auglýsingar fyrir hann og hann bauð mér í stjórn fyrirtækisins. Og ég hann ekki endalega mikið að hafa undirfattabransanum. En aðal agni sem hann sem sagt hélt fyrir fram var það ég er nefnilega með stjórnarfundi annarkvöld mánuð og það getur komið upp til San Francisco helgi. Við getum haldið á föstudegi og þú getur komið eitt helgin í San Francisco og þá fáið því hjónin bara flott hótel og við sem þetta er góði dýll. Já. Og hann fór ég inn í stjórn Joe Boxer og eignaðist svo smá saman hluti því þegar ég var í stjórn fyrirtækis og svo bara byrjaði fyrirtæki að vaksa. Já. Því hann er náttúrulega snillingur þessi náungi. Já, er það. En voru þetta bara nokkrar nærbuxur þegar þú ferði inn í þetta? Þetta var ekki jafn stórt og þetta loks varð? Alls ekki, nei. Þetta voru bara nokkrar nærbuxur. Og er ekki svolítið fyndið fyrir þig að vera að horfa á þetta og bara anskotin þetta? Nærbuxuna fyrirtæki að vaksa hans í rætt hérna. Jú, en hann var náttúrulega svo rosalega skemmtilegur. Já. Við byggum til dæmis til fyrsta nærbuxna sjálfsjálfan í heimi. Já. Nú getur við labbað út og hvaða flugvill sem er í heimi og þú keyptir fatnað. En við byggum bara til einn. Já. Þegar það var ekki mjög praktist. En við komumst líka í fréttir allstaðar í Bandaríkjum. Já. Þannig að það var mjög skemmtilegt að vinna með honum. Fyrir að við þurfum öll undirföt, skilur við. Akkurat. Og nýtt allt saman. Já, þannig að það er ekkit niðurlægandi við það. Nei. Og ég held að bara margir sem fólk á mínum aldrei áttu allir eina svona náttbuxur, allar útataðar í brósköllum sem slekti út Akkurat, en það ég kom síðan með Joe Boxer hingað, setti upp fyrirtæki. Á verslunni Kringlunni? Já, við seldu við það, en það er sama, en sá Óli sem keypti það og Sveinbjörg er kunningja fólk okkar og þau hafa gert það gott, þau hafa sinnt því vel. Já. Ertu orðin milljarðamæringur þegar þú selið út úr propaganda á Joe Boxer? Ég veit það nú ekki, en ég átti tölvört af penningu þá held ég. Já. Ég held að þessi flesti varnir, ég átti fullt af penningu þá. Já. Það var þá. Já. Það var þá. Og hvernig ratar þú svo yfir í Dominos og 66 gráður norður? Hvort komu undan? Dominos kemur áður. Og það er bara aftur þetta, þú veist, bara maður sér hluti, stundu sér maður það bara sjálfur, stundu sér maður ekki og segja, byrju, af hverju er þetta ekki til á Íslandi? Já, Dominos er þetta ekki til á Íslandi. Já. Og þú ert sögumaður, þú horfir á sögur og þú segir sögur. Hvernig er það að koma með pizzastaða til Íslands saga í þínum augum? Ég vil segja þá sögu að það þurfa að fara framfæri líka í skyndibitaframleiðslu. Við þurfum öll að borða. Og að vísa hafa þeir algjörlega skrifað út úr Dominos-sögunni. Þeir get komið þeim skilabóðan til þeirra. Þeir hafa alveg skrifað út úr henni. Ég reynir nú vísa haldinni til haga bara því hún er tilfinningaleg. Já. En mér fannst það bara vera gott mál og ég var ekkert endalega að hugsa að vera aðeinslega mikið gróðug sem var með byttu við. Þetta er tegund af mat sem að nú þar ekki upprýðum frá Ítalíu og hefur ákveðna virðingu og auðvitað kannski ekki væri auðvitað betra að fara til Ítalíu en ég hef ekki einlega tíma til þess og þetta er fínt fyrirtæki, það er búið að skapa sér nafn og búið að fullkomna framleiðsluferli. Þegar ég nenni ekki að fara til Íslands og fara að læra að búið til pizza sjálfur og kenna einhverjum öðrum og það getur maður bara, þetta er bara eins og að ráða kvikmyndutökumann á kvikmynd. Og þannig að ég fór bara að tala við Dominos, sagði, það er ekki Dominos á Íslandi og það var lítið komið í Evrópu, bæði vegi. Já. Og þeim leist bara vel á og síðan er náttúrulega sagan history þó að ég hafi hagnast kannski minna en margir aðra á Dominos, það er líka allt í lagi. Akkur hagnaðistu minna? Því ég seldi mút snemma, því ég bara nefndi ekki. Verkinu mínu var lokið. Ok.
Ég gat ekki setið á fundum og vera að pæli hvað var mikill ostur og hvað var mikið að sveppum og svona. Ég get það ekki. Ég er með mikið ADHD til að geta einbett mér ost og sveppum í margar klukkutíma. Og þó svo að þú hafir tapað á því fjárhagslega, heldur það að vera góð ákvörðun fyrir þig Nei, ég tapaði ekki. Nei. Á því að selja þig út of snemma, ef svo má segja. Þetta tapaðir engu, en þú hefði kannski hagnast á því að vera lengur inni, en ég spyr þá, heldur það að vera góð ákvörðun bara upp á það að þetta er ekki, bara að þú nennir ekki lengur að pæla í sveppum, pepperoni og osti, að þú þá bara geta einbeitt þér að einhver öðru? Er það ekki líka sigur út af fyrir sig? Jú, við getum tengt það ýmsu öðru ef við viljum, en sko, ég seldi ágætlega og ég vildi ekki dreifa kröftunum meira. En þið gerðu ýmislegt öðruvísi með Dominos á Íslandi, það ekki? Út af í Bandaríkjunum þá snýrast þetta allt heimsendingu, en þegar þið komið hérna heim þá voru þið meira að hugsa staðina og gera þetta svolítið sníða þetta að Íslendingnum. Ég myndi segja að það var nú kannski meira tilviljun en annað sem réði því að það var þannig. Okay. Þannig að sko, það er svona þetta global lán sem oft hefur fylgst mér. Ég segi það er lán, en ég segi þessi meira global lán. Það var eiginlega ekkit endilega pælingin, en það var svo pælingin. Líka því að það var fínt fólk með. Já. Þú veist, Birgir Bíltvel sem var framkvæmdastjóri og... Á fyrirtæki enn þann dag í dag? Já, alveg rétt, í þriðja sinn. Já, ég veit. En ég meina að fólk sem tók sitt starf alvarlega og það var bara velgert. Það var tekið eftir því heimsvísu, en það var Dominos verslan í okkur og Grímsholtsvegi. Hún var söluhæsta Dominos í heiminum á 1 mánuði. Já, á 1 mánuði? 1 mánuði. Og verslanastjónin fekk gull Rolex. Já, í alveg. Sem ennþá var eftirsótt að mér skilst. Einmitt. Var þetta er svolítið kostulegt, ertu þetta bara að koma með pítsuna til landsins eða eitthvað? Nei, það var ná til pizza 67 eitthvað, en það var eitthvað svona aftur sem var ekki mjög vel gert. Það sem þú veist, ef þetta vil kannski maður segja, ég veit ekki hvort ég sjálfur er besti fagmaður í heimi, ég hef ber mikla virðingu fyrir fagmennsku og ég sé stundum með sko sköpun, kannski svona sköpunargáðin gert eiginlega hærra undir höfuði heldur en ætti að vera miðað við hvað fagmennskan er mikilvæg. Fagmennska er lykilatriði í framkvæmd. Þannig segir við þessi frasa, ég nokkuð frasar sem ég þarf að koma hérna að, execution is everything, skilur við. Hvernig þú framreiðir og framleiðir hlutin er það sem skiptir máli. Og það hafði ekki verið gert og ég sá að þeir kunnu það þannig hjá Dominos. Fyrir utan þeir gætu gert það á þægilegan og góðan hátt og eitthvað sem hentaði okkur. Já, voru búin að besta ferlið. Já, og svo bara bættu við hinn við. En það var meira eins og ég segi, það var svona meira kaupendur. Ok. Réttum stað á réttum tíma. Einmitt. En þetta er orðin svolítið viðskiptamaður, athafnamaður. Þú ert bíómyndaframleiðsla, tónlistarmyndbönd, pítsur, nærbuxur, náttbuxur, 66 gráður norður, sjóklæðagerðin, hlífðafatnaður sem miðar að sjómönnum og vinnandi fólki. Hvernig fór Sigurjón Sighvatsson að því að breyta hlífðafatnaðri yfir í tískuvöru sem að fólki langar að klæðast út á götu? Já, það er náttúrulega saga baka það sem ég held ég hafa aldrei sagt. Sem er þannig að þegar umræddu Nick Graham heitir hann, sem stofnaði Djóboxer og hann var nú bara punkari frá Kanada. Já. Og þannig við áðum sameiginlega hljómsveitar áhuga að þó að smekkur okkar væri kannski misjafn á tónlist, nema það að 98 þá erum við Djóboxer alveg á fullu, þá er ég búin að vera 5 ár í stjórninni og Djóboxer er komin á mikið skrið og það er það sem að Nick kemur þá hugmynd, heyrðu, ef við ekki bara halda tískusýninguna á Íslandi, við fáum hvort er enga athygli á tískuvikunni í New York, það er allir Calvin Klein og Ralph Lauren og það er enginn að taka eftir okkur, við erum hvort er bara með nærbuxur og bóli og broskalla. En hvað ef við tækjum bara flugvél á leigu í lok tískuvikunar, myndum fljúga með alla blaðamennina og fréttamennina heim til Íslands og halda þetta í Íslandi. Ég segi, þetta er náttúrulega bara frábær hugmynd. Og var ekkert svo dýrt. Djóboxer eitti aldrei miklu auglýsinga, við eittum það því að eins og ég sagði áður, allt aldrei fyrir dýrum auglýsingum, en aftan móti í það að fá umfjöllun, nekkar snillingur því. Við sendum fyrstu til dæmis undirfötun út í geim, þau er ennþá þar sko. Já. Þannig ef að þú ert út í geimi og verður einn af þeim sem verður í geimfluginu vantar undirbuxur, þá eru þær fljótandi þar. Einmitt. Og hægt að grípa til. Til staðar. Já, Nick sá það. Því var komið í eldflug út í geim.
og þannig að við ákveðum þetta og auðvitað líst öllum opsalega vel að fá fríaferð til Íslands og við bara fyllum þess að vel 150 manns og leiðum og við þurfum nú og það er ákveð að slá til mikilla veislu og tískusýningar á Íslandi og við leiðum flugskil út á velli, þetta var ekki okkur hlutli og bjóðum það 600 manns í mat. Þannig svolítið skemmtileg saga við það vegna þess að svona viku áður en atburðin átt að hefjast, það var enginn búinn að boða sig, svo kallar RSVP og Nick Kringin í algjöru panik segi, Jóni, það er enginn búinn að boða sig, heldur að koma enginn, ég segi, býtu, er ekki örugglega frýr matur? Jú, og er frítt vín? Já, ég segi, hafði engar áhyggjur. Íslendingar vita bara ekki ennþá hvað RSVP er, sem er franska sem ég ætla ekki að fara út í hér og þannig að við slum engar áhyggjur hafa því. En þá var Nick búinn að koma hérna til landsins og hann var svona opbáslega því að ég ætla ekki að segja að það veri ég, en ef ekki hafa í þessari sögu að það veri ég segi að Nick, við getum ekki bara sýnt bóli og nærbuxur. Og þá var hann sem segi, það er náttúrulega þetta frábæra fyrirtæki hérna 66 sem framleiðir allan að sjóflatnað. Við setjum það náttúrulega með okkar dóti. Og þannig að á þessari tískusýningu 98, þá fórum við í samstarfi 66. Þar sem að fólki klæddist annars vegar djóboxir undirfötum og hlífiðarfatnaði, vil ég taka fram, og sjófatnaði frá 66. Sem var afar skemmtileg, skal við segja, blanda en engin mann eftir. En þetta sem sagt, þannig að það var Nick sem vakti áhuga minn á fyrirtækinu. Og ég setti í henni banka sem ég segi frá, sem ég sett stundum í og skrifa niður. Þetta er áhugavert fyrirtæki. En ég hef ekki tímið það núna og mikið annað að gerast. Það var ég nýbyrjaður til dæmis, nýbúin að stofna fyrirtæki, búin að selja propaganda og komin út úr því þegar ég var þreyttur á því að vera að reka svona risa fyrirtæki, 500 manns í vinnu, starfstöðar vísvegar heim. Þannig að ég vildi fara að framleiða bíómyndi bara og þá stofnaði ég Lakeshore Entertainment. Nema það, og þannig að ég var í því á fullu. Þannig að ég sem sagt hugsa bara mér, en þetta er flott fyrirtæki og ég merki við það í bókinni. Svo bara líða árin og 66 kemur alltaf upp öðru kóru, allan þegar ég er í Íslandi, þetta er flott fyrirtæki, já, þetta er flott. Og svo bara þetta mér í hugin, hann er farin að eldast, hann Þóraðan Elmar, frábær maður, frábær fjölskylda sem átti þetta fyrirtæki, sem að sjaldan er nefnd. Hugsaði aldrei neitt manna en bara gæði. Hann var maður sem vildi ekki láta sjómenn verið í slæmum gölvum einhvers staðar út við Grænlandsstrendur og lenda í ofsa veðri. Hann hugsaði alltaf hann gæði. Þannig að ég hugsa bara mér, ég fyrir bara að hitti hann. Hann er farin að eldast og hann tekur mig bara vel. Við náum mjög vel saman, en það frábær maður, frábær kall. Algjör visionary á sitt en auðvitað líka með svona ákveðin keim af þráhyggju þegar hann hætti aldrei fyrir bara flotgallarnir og allt voru orðnir bara 100% því hvað hann eitt í flotgallana til að gera þá sem sagt trausta sem raunverulega flotgalla í hvaða veðri sem er og hvaða sjó sem væri. Og hann bara tók mig vel og ég var bara aftur og réttstað á réttum tíma en ég vissi líka hvað ég vildi gera í fyrirtæki. Ég sá, það var öllum alltaf kalt á Íslandi, Snorri. Það var alltaf þegar maður var alast upp, mann var skítkalt, maður var bara í nælonskyrtum og einhverju þunnum póliester jökkum. Og ég var náttúrulega búin að sjá þessi fyrirtæki sérstaklega í Bandaríkjunum svo North Face og manni þurfti ekki að vera kalt þegar maður fór að skíða í Ameríka var mann ekki kalt. Þannig ég sögum mér þetta er frábært fyrirtæki en Íslendingum er alltaf kalt. Þannig að hér er fyrirtæki sem hefur allt búin að vera starfandi í 60 og 70 ár, vel 70 þegar ég köpi það, búum til hlíðafatna líka. Og við búum til eitthvað sem að krakkarnir geta verið í dagsdaglega, svona sem verði ekki kalt. Enda segi ég það þessar úlpur sem við byggum til og komum með á marka heldur 2005. Það voru bara margir krakkar sem sögum ég bara bý í úlpunum minni. Er þetta Þórsmörk úlpan? Já, þetta er Þórsmörk.
sko, umfyllunin þessar úlpu var þannig að þetta fékkst ekki lengur á landinu, það var bara biðlisti eftir þessu og Auðun Blöndal bara efstur á biðlista að bíða. Ég vissi það nú ekki. Kom einhver frétt eitthvað tíma fyrir áratugi síðan. Er það? Já. Það er nú ekki stóra fréttin í þessu öllu saman, en þetta var sem sló svona hressilega í gegn. Já, bara vantaði, eins og ég sérstaklega ein vinkona dóttir mín sem sagði bara, Katrín heitur hún, það bara, já, 66, og ég sé við henni, ég fer ekki í neitt nema ég sé í úlpunni. Já, það var alltaf talað um þetta sem fjárfestingar á mínu heimili. Það bara úlpunna, þetta er bara fjárfesting, þetta er ekki úlpa, bara maður þarf þetta og þetta er bara tekið fram alla vetur, aftur og aftur. Já, enda, þú veist, við náttúrulega, fyrsta lagi þegar, og ég held að það sé hann þegar 66 og þegar gett það mjög vel, en við vorum bara með það sem kallað lifetime garantí. Já. Bara komið og skipt hvenær sem var. Já. Komið ef að flíkin var ekki í lagi, þá lögum við vorum með einu á landinu, þá var auðvitað ekki komin þessi samkeppni sem var. Nei. Þá var Sintemani ekki til og þá var Sóan ekki til og þá var Æsver ekki til. Nei. Og svo var auðvitað kosturinn að því að hann hafði nú gert þetta svo vel, svona í grunninn, hann Þórarin Elmar, að við áttum bæði Vestmiðurnar í Lettlandi og við áttum Vestlandar, það voru við svo fáar, þannig ég var fljótur í því að stækka það, það er eitt af því kunni, að stækka, það læri maður í Hollywood, það þýr ekki að vera lítill í Hollywood, þá getur þú bara verið annars staðar, en það þarf ekki að vera stór, en ef þú vilt vera stór, þú fer ekki til Hollywood en þú vilji vera stór. Já. Og þú veist, sé ekki að líta á mig sem stóran kvikmyndaframleiðanda skilur, en enga síður, þú fer til Hollywood til að vera stór og þannig að ég sagði bara mér, ok, við þurfum að stækka og Þórarin Elmar, það voru allar undirstöður þarna til og það var bara ít á takkan. Já, og það byggja á góðum grunni. Alveg frábærum grunni, bara fyrst og fremst gæði, einum 1, 2, 3 gæði og þjónusta og svo komum við með þessa förur og það var bara hreinlega frá mínu æsku bara munið að vera alltaf kalt komandi heim á kvöldin og komandi af böllunum og eins og segi, í nælonskýrtunum með leðurbindið og í þunnum pólíesterjakka þannig að við samsagt að fara í þá vekkferð en svo var auðvitað svo gott að því að Þóran hefði gett þetta kerfi að við lögðum auðvitað ekkit mest upp úr hagnaði og svo til dæmis þegar hruni kom þá fór allir að segja við mig já, nú verðum við að fara að framlega ódýrarvörur það var engin pening, við sagði vitið það við 66 vinnur ekki þannig því miður 66 er fjárfesting úlpan er ekki sambærleg við innfluttar úlpur og svo var alltaf kostunum, Norðfis var alltaf dýrar hvort þið var, þó Norðfis sé ágætt ég segi samt að Norðfis er ekki eins gott nema kannski að segja það í dag, ég veit það ekki ég hef ekki fylgst með því að svo mörg önnu merki til og komið svo mikið önnu tækni fram nema það að ég sagði bara við keppum á tennu og það eru þjónusta og gæði við vorum alltaf með saumastofu, við gerðum við alla flíkur það var alveg sama hvað þín úlpa var gömul ef það er hún rifnaði eða hvað, þá kannstu koma henn upp í búð og við lögum hana og á því liði fyrirtæki enda voru bestu árin þegar ég átti fyrirtæki voru bara hrunárin Jaha. Langbestu árin Salan mikil þá? Já og við vorum líka svo mikið alls í stjónustu þá var mennur löggan var að kaupa eitthvað drasl frá Kína og Eimskip og svo náttúrulega bara hrundi þetta dót allt og slitnaði og endist illa og þá enda með því að ég sérstaklega var hann bæði held ég löggan og einhverjar sem kom bara til okkur svo getið tekið við þessum samningi því að vegna þess að það er bara staffi hjá okkur bara neitar að vera í þessum fötum einkennisklæðinaði sem við erum að setja í þó við höfum keypt það 3 sinnum ódýrara þá var náttúrulega engin ending í því. Já, einmitt. En hvað með eins og þú tekur við einn hugsunamaður tekur við af öðrum hvað með bara svona þína hugsun hvað tísku varðar eða sjá fyrir þér ungu kynslóðuna að klæðast eins og við erum að tala hlífðafatnaður áttu þú eitthvað inn í þessu, eða reðstu bara hönnuð, varstu svona eins og framleiðandi í Hollywood þarna að setja þetta saman? Ég held að það sé ágætis lýsing. En það var náttúrulega rosalega fínt fólk að þetta var allt í staðar. Já. Og Bergþóra Guðnadóttir sem á Farmers Market í dag, eða Jan Davidsson sem var okkar aðal, hann var náttúrulega gífurlega reyndur klæðskýri sem hann lærið á Savile Row í London, var búin að gera til dæmis í Olympíu skíðafatnaðin í áratugi, þannig að þetta var svo flott fólk. Jónína Ninna sem að tóku búin hjá mig, hún hafði rekið allar gestbúðirnar í LA í mörg ára, þannig að bara
og konurnar sem voru yfir búðunum hér, þær voru með svoleiðis mikla reynslu, þær voru sko hoknar af reynslu, vissu allt útivistafatnað en ég myndi segja aftur, ég hef náttúrulega verið tískudrós bara frá því æsku, það stafrið þegar móður mín hafði gífurlegan áhuga á tísku og saumaði öll sín föt sjálf. Og með sokkaverksmiðuna? Já, einmitt, akkurat, og saumaði þar ekki fullt af fötum okkur bræðina, þannig að ég myndi segja og svo náttúrulega lendi í Flower Powerinu og það var eins gott að vera í réttu fötunum eða allar að vera í hljómsveitum eins og Flower, sko. Og það var líka allt þöggs í Jónas R. Jónssoni, klæðskera saumað í Carnaby Street í London, það döði ekkit minna, þú verður ekki að kaupa off the rack einhverja silkiskirtur, sko, með síðum kraga, það þýðir ekki. Nei. Þannig að þetta var allt saman sér saumað í London 67, sko. Þannig að þú virðist hafa farið svolítið í þá átt að vera að stúsast í hlutum sem að höfða vel til þín, eins og bara þarna þú hafði mikinn áhuga á tísku, þannig að 66 gráður norður lá alveg vel við og þú hafði mikinn áhuga á sögu og að segja frá þannig að kvikmyndirnar og hérna kvikmyndaframleiðsla átti vel við, en þegar að ég meina þú nærðu utanum mikið fé á þínum rekstri og þínum viðskiptaævintýrum, fannst þér einhvern tíma að fara í þá átt að þú bara, herri, þarna hefði ég ekki átt að stígun, þarna ég hefði ekki átt að fara í þessi viðskipti eða þetta var bara mér ofviða? Ég hef verið svo heppið, Snorri, það hefur bara fátt verið mér ofviða. Já. Þetta er náttúrulega algjört oflæti. Já. En ég hef bara verið svo heppin að þeirra hafa komið verkefni sem að eiginlega ég vissi að ég gat ekki, þá hef ég af tilfinningu frekar en kannski semst af eðlis áætlun frekar en svona rökhugsun, þá hef ég bara ákveðið, nei, ég tek þetta ekki. Og þannig að sko, en ég ætla að segja sko að þú ert að tala alla þessa hluti, sko það stundum talað að framleiðandi, stundum þegar að vera skilgar en okkar starf, þurfa að vita óbóðslega marga hluti og hafa þekkingu, en í rauninni þurfi ekki að hafa sérþekkinguna. Já. Hann þarf bara að nóga þekkingu til þess að geta fengið fólkin sem hefur sérþekkinguna til að leysa það starfa hendi. Meðan að til dæmis kvikmynda leikstjóri, þess að fann ég mig aldrei almennilega í því jobbi, að kvikmynda leikstjóri, hann bara má ekki hugsa neitt annað en viðkomandi verkefni og leikstjórnin á því. Akkurat, sérhæfingin aftur. Já, og það er munurinn. En þannig að ég segi, ég held, það eru 1-2 verkefni sem ég tekist af, ég ætla ekki að vara að nefna þau, því að þau eru feiljur, þetta er ekki til að tala feiljur þessi þáttur það. Erum við ekki að taka hérna bara lífið er upp og niður, sko? Nei, þannig ég ætla ekki að nefna, það er 1-2 verkefni sem ég tekist af sem að ég hef ekki komið í framkvæmd og það er kannski líka því að þar breyttist bæði tíminn, tíðarandinn og ég myndi segja að sá staður sem ég var á þegar ég fór að staði þá vegferð, hann var ekki sá staður sem ég síðan var komin á þegar að koma því að koma verkefni til skila og ég svo bara mér fyrsta lagi er þetta á stórt ég er ekki tilbúin að leggja allan þann kraft sem þarf til þess að koma þessu verki frá. Ok. Það er nú engin failure eins og við segjum. Nei, en það er kannski aðeins þurft búin að vera með yfirlýsingar allar að gera það, jú, það var kannski Já, ég skil, ok, það er kannski aðeins meira þarna bakvið. Já. En talandi sérhæfinguna. Þannig að það getur verið réttlæting líka að segja, ég er ekki tilbúin til þess lengur. Já, akkurat. Það getur hafa verið sem sagt bara feiljur, eða bara réttlæting, þegar ég sagði ég er komin annars stað, ég ekki á það svo lengur, kannski er það bara réttlæting á því að viðurkenna þetta bara var á stórt. Ég skil. Ég sé það bara undan sínum tíma. Já, einmitt. Við lifum eftir þínum sannleik hérna. Já. Þín frásögn. Já, akkurat. En talandi sérhæfinguna og ég ætla ekki að halda það róf lengi, hvernig er þetta á tíma núna? Eru ekki allt í lagi eða? Bara þetta verður ekki langt fyrir þá sem að hlusta. Nei, þetta er náttúrulega löngur og langt fyrir það sem... Nei, þetta er fínt. Við erum með þá góð róli hérna, en sem sagt, sérhæfingin kemur fram svolítið seinna hjá þér, út af því þú opnar ljósmyndasýningu, þú stígur fram sem listamaðurinn Cozy Boy og þú ert að leikstýra mynd núna. Já. Hvað kemur til? Já, það kemur allum á óvart eins og þú veit alltaf að segja. Það kemur allum á óvart og ég segi bara að það er kannski að því að þetta eru hlutir
að þeir átt framleiðandi og þess er kannski Tarantino sagan sem ég held ég sé að segja í fyrsta sinn svona dæmi um það að maður var sem framleiðandi að gefa eftir ef ég hefði ráðið þá hefði við gert þessa mynd og það eru 1-2 aðrar sem við ekki tíma til að fara yfir núna Hvað við nöfnin? Við sjáum til Ok en þetta nú svo stæðstæð skilur þetta náttúrulega groundbreaking mynd já. Og fyrir þannig ég bara fílaði svo vel Tarantino sko. Það kom mér vel setna bæði Tarantino borgaði mig tilbaka Nú? Já Hvernig? Já, það gerist höfðu tími það Já Sko, síðan ég ekkert í miklu sambandi við Tarantino, þetta bara eins og þetta í Hollywood. Í Hollywood við alltaf sko, það svolítið eins og sko, í Hollywood aldrei sagt síðasta mynd var aðeinsleg. Það alltaf sagt, hvað næsta mynd? Þannig að við höfum ekkert mikinn tíma ef við ætlum að ná árangri og halda okkar stöðu og koma verkefni framkvæmd að vera að rækta gömlu samböndin. Þannig að til þess að Tarantino og ég svona döttum svona svolítið úr sambandi og aftur á móti mákona minn kynntist honum, ég veit ekki hvort ég held hún hafi ekki kynst honum gegnum mig. Ég ekki viss að Heba Þórisdóttir sem að gerir förðun og öllum hans myndum. En þann dag í dag, búin að gera í 20 ár. Ég held bara Heba ekki, kannski hún kynst honum gegnum okkur, ég ekki viss það. En allavega því hún var bara að vinna sér nafn sjálf sem förðun og ég ætla ekki að fara að taka kredi fyrir hennar frama en sem sagt að ég keypti svipaleitu við vorum með 66 gráðu norður og rammagerðina sem nú ekki síður mikilvægt fyrirtæki með langa sögu og þá líka keypti ég kvikmyndadreifingafyrirtæki á algjöru tilviljun í Skandinavíu sem heiti Scambox og var þá orðið 20 ára og ennþá mjög þekkt í Danmörku því að við vorum öllum vídeólegum ég var til dæmis þar ennþá í safni Scambox eru alla myndir með Steven Seagal að viljið þú einhvern tíma að fara til dæmis að horfa á spennumynd með Steven Seagal þá örugt að Scambox og Skandinavíuréttin en ég fór svona þannig að spennandi tækifæri sem kunningi minn Ármann Þorvaldsson kom með sem byttu nú, ég hef nú aldrei verið í dreifingu þetta er svona aðeins hinum með í borðið þetta er kannski svolítið spennandi þannig að ég keypti það með öðrum og við fórum settum það fyrirtæki svona smá breytingaferli og það var rosalega lærdómsríkt að hugsa þér að koma frá Hollywood það sem hefur unnið 24 tíma á dag 7 daga vikunar skrifstofan hjá mér var opinn 24 tíma á dag það var aldrei lokað það var ekki til lykill að úti hurinn á propaganda Wow það þýtti ekkert fólk vildi bara vera að vinna og vildi geta farið að vinna þegar það þurfti að vinna. Það má segja kannski við vorum bara komni með vinnuskipulagið sem að er í dag að þú bara vinnur þegar það hendar. Já. Við vorum komni með það þá. Já. Og þannig að sko... Enda kulnaður 30. Hæ? Enda kulnaður 30. Já. En allavega, þannig að við sem sagt vorum komni með þetta skipulag, það voru opið hjá okkur 24 tíma og það var alveg það var rosalega því að þú ert alltaf að fara með mig inn á viðskiptin það var bara algjört bara kultursjokk að koma til Danmark og ef þú horfir í kringum á skrifstofuna á föstudegi klukkan 3 þá varstu bara einn eftir allir farnir heim en ég lærði á það kerfi og ég sá það þeir Danirnir og Skandinavarnir ég skrifstofu hinn í London líka þeir kom ýmsi verk þannig ég svona þú hardvei lærði ég það að vinna bara endalaus vinnusemi því að auðvitað kannski með ef vilt skilgreina það er frekar kannski vinnusjúklingur heldur ADHD sjúklingur eða eitthvað svoleiðis og ég held að það sé kannski mín síki en það bara fyrir mig vinna ekki vinna hún bara ánægja skilur ég bara vinna í því sem ég gaman ég hef aldrei á ævinni verið launþegi ég hef einu sinni verið launþegi og þá var ég sendill hjá Söbexverslun sem er upp á Háleitsbraut og ég var 15 ára og vildi fara í Húsafell Vestlumhelgina og vildi þessum fara frí frá laugardeginum og Sigurður Söbek Vestlumhelgandi neitaði að gefa mér frí og ég bara fór þannig eina starfi sem ég hef haft á ævinni ég var rekinn úr því þannig að ég hef náttúrulega verið rosalega heppinn með það skilur en ég að koma alveg að Tarantino Já, ok, þú ert enda með þráðin, ok, góður að Tarantino sem sagt, svo líða bara
20 ár eða eitthvað og Tarantino að framleiða myndina Hateful Eight Já. og hann framleiti sína myndir yfirleitt sjálfstætt Já. sem þýddi það að þú varst með dreifinga fyrir einhver landi og gastu keypt þá mynd ég kannski segja ég segja ómarga Tarantino sögur hérna alls ekki og fáar en nema það að og þá erum við að bjóða myndina hjá þessum fræga Weinstein Scanbox Já. Og við erum þetta og oft er að vera að selja svona myndi þá halda menn smá fyrirlestur hvernig myndina á að verða því þú ert að kaupa hana áður hún kemur út Já. en það veit náttúrulega að Tarantino er stórt nafn Já. og er með stór nafn í sínu myndum en þetta var svona svolítið sérstakt handrit Hateful Eight og margir sé að sé ekki hans besta mynd ekki, nema það að hérna við erum að bjóða þetta og svo erum við á þessum fundi og svo það eru fleiri 100 manns í salnum, hann er að lýsa hvernig myndi verður og hann fekk heldur leikarana til að koma og tala og segja hvernig lýsa myndinni til þess að myndi borga sem mest fyrir myndina og svo náttúrulega með stóra samkeppnisaðila þetta eins og að vera bara lítill samkeppnisaðili við Coke og Pepsi því að þau heita nordisk og svensk og svo Tarantino að labba út og ég segi Tarantino, þú veist að við viljum kaupa myndina sko þú veist að ég vil kaupa myndina og þá segir hann bara við með þessa frábæri sætningu Johnny, we're pushing your power og bara labbaði áfram og við endum með myndina og endum með því að gera alveg gífurlega gott á myndinni og ég segi það bara því ég vissi hvernig átt að markasetja þessa mynd með Tarantino í Skandinavíu, það er lengri saga Þannig þú plummaði líka ansi vel á þessari hlið bransans útgáfunni Fyrirtæki er ennþá til Já. og gengur vel Ok hvort sem að COVID ekki COVID Nei, einmitt Ok, en við fórum Svona minni tekið við því í dag Já. og alltaf fólk og það bara þarf ekkit á mér að halda Nei, hugsaður ekkit frekar en 66 eða Dominos Nei, eða Joe Boxer En við fórum inn á þetta út frá sérhæfingabrautinni enn og aftur og þú að koma í listamanna hlutverkið aðeins meira sem leikstjóri, ljósmyndari og bara listamaður Já, en ég fór á þessa hliðabraut að ég fór að segja að ég slefti Pulp Fiction af því að ég hafði ekki full ráð Akkurat Ég hefði tekið hana Já. Ok, og þannig að þegar maður fer að kostur það að vera listamaður eða búa til verk það sem úr einn er að þú ræður allir og ég er náttúrulega búin að vera í áratugi að fikta við mitt eigið dót Já, og ert búin að vera að gera það á hliðalínunni Já og það er bæði fyrirtækja séð og eins listarænt séð Já. Þannig að ég bara ákvað og þá var einmitt þegar ég fór með þessa ljósmyndaverka sýningastaðsyngu nú maður er búin að heyra það tala um þetta í 10 ár og ég hugsaði bara mér það var COVID, nú er tími annarkvort er að bara koma þessu út eða ekki og þú bara fannst það hjá þér og þú varst að gera þetta Já, það var bara komið tími á það og var skrítið að stíga fram bara sem nú með líta á verk eftir mig Nei, ég held að listamannasamfélaginu finnst það eitthvað dálítið furðulegt einhver náingi og áttaræðis aldrei hvaða erindi á hann inn í þessa senu og hvaða vægi getur hann haft og hvaða máli skiptir það sem hann hefur fram að færa Já. Þannig að það er held ég að það hefur farið held ég misjafnlega í fólk það veit ekki hvernig á að taka á þessu því að það hefur enga forsöndu til að meta þetta að því venjulega búin að fara í listaháskóla og búin að gera eitthvað, vera sýninga nei, það er einhver maður sem hefur aldrei komið fram undir þessum formerkjum þannig að og það er alveg með þessa heimildarmynd sem að ég er að fara að frumsýna hérna kostunum við heimildarmyndi með við leiknamyndir er sá að heimildarmyndin við leiknamynd, þú hefur bara ákveðin ramma þú ert með leikarana, þú ert með dýristu leikari heimi kannski, þú ert bara með þá í 12 vikur eða eitthvað, svo eru þið bara farinir í næstu mynd þannig ef eitthvað er að myndinni, þú ert í eftirvinnslu þú getur ekki trýnt í Brad Pitt og fengið hann tilbaka bara til að mæti nokkra daga, þó að ég hef gert það í einni mynd, það er önnur saga og fengið stóra stjörnum til að mæta frítt í að taka upp viðbótarefni mynd Þannig að þetta þarf að vera svona agað ferlið
Þú bara ræður ekkert við það að missa af einhverju og hérna, þú veist, bara 1 tökudagur er bara, það verður allt að ganga upp. Já, sko, ef þú missar 1 tökudag, þá kemur hann ekki aftur. Já. Þannig að það er svo mjög, vegna þess að það ferðlega svo að það hjálpar svo mikið öllu öðru. Já. Vegna þess að það er bara orðið hluti af minni svona skipulagnu er það að ég veit að verkefni eru að hafa tíma. Já. Og þannig að sko, en heimildamindir eru aðeins öðruvísi. Já. Vegna þess að kosturinn við heimildamindir er það, þú getur alltaf tekið aðeins meira. Þú Já. getur farið aftur. Og kannski betra að þú er aðeins elst, skilur þú. Þannig að ég sagði mér, ok, þarna var loftslagsváin sem að ég sé áhuga maðurum, þó að ég sé nú ekki nefni framlínu í þeim málum og við erum fólk sem er betri talsmenn og hefur gert meira. Þetta er verkefni og hreyfing sem ég mikið áhuga á. Enginn hafði áhuga á því á þessum tíma nema ég. Svo ég sagði mér, já, ég nenni ekki, núna, það er ekki svo dýrt að gera heimildamynd, það er ekki eins og leikimynd. Ég bara nenni ekki að bíða eftir þessu liði. Ég vil bara fara af stað. Og þannig eiginlega var þessi mynd til. Að ég hafði í rauninni fulla stjórn á því, ég borgaði fyrir hana sjálfur, ég framleiti hana sjálfur og ákvað þess vegna bara leikstýrinni sjálfur. Já. Að ég nefndi ekki verið að bíða eftir einhverju leikstjóra sem væri kannski svo duttlungafullur. Mér finnst má eins og þú sett svona núna undir lokin á ferlinum, ekki þá hann ljúki einhver tíman, að þú sett svona svolítið hættur að bíða, eins og ég segi, ljósmyndasýning og listamaður og tekur yfir öll skilti í Reykjavík og sýnir verkiðinn og núna er það bíómynd. Það er svona smá, það er eins og þú þurfur að klára í þessa hluti. Já, er þetta ekki stormurinn fyrir lognið? Ok. Ég skil. Stormurinn, 2 símar, lognið niður í 1 síma. Já. eða bara tölvupóst. Eða bara tölvupóst. En það er mjög gaman að tala í síman. Já. Og það er miklu nánari tengsl, Snorri, að því við erum að tala um hvað er að besta, við byrjum á hvað er að besta sem getur gefið einni manneski. Athygli. Er athygli. En hittir á það sem margir orðnir aftengdir símtalinu. Já. Og ég sé að það er galli. Og en stundum segir fólk, sendi mér bara post. Ég segi, nei, ég vil ekki senda það post. Ég er bara að ræða málið núna. Já. Og vegna þess að það er svo margt sem að skilar sér ekki í posti. Akkurat. En er það ekki líka margt sem skilar sér ekki í símtali á móti samtali undir 4 augu? Jú, en það er ekkert betra og suma mínum bestu verkum og suma mínum svona mestu kúp, ef maður segir kúp, eina mín besta mynd, það mín uppáhaldsmyndum, Gamlingin. Já. Ég las bókinni í flugvélinni og svo ringi ég beint í Svíþjóð, kona sem var yfir Skamba og segir, Kristína, hvað með þessa bók, Gamlingin? Þetta er æðisleg bók, ég hef búið að selja kvikmyndaréttin. Nú, segi ég, og hver er það? Já, þeir hafa aldrei gert mynd. Hvað segir þú? Þekkjur það? Ég segi, ég veit hverju eru, fínt. Ég flýg bara til Svíþjóðar á morgun. Og ég flög til Svíþjóðar, hitti mennina, samfæraðum það að þeir þyrftu á mér að halda. Þannig þarna var betra að mæta í persónu. Gefa þeim athygli. Akkurat. Ekkert er betra. Akkurat. Ef við lokum spjallinu á upphafsnótunum, það sem vorum að ræða síman og þínar, hvað maður að segja, þín vopn í baráttunni gegn því að tækin taki yfir, tvíeggja sverðið. Hver eru þínar reglur til þess að halda þér, hvað maður að segja, að þú hafi völdin yfir tækninni? Ég sko, yfir tækninni og bara yfir lífinu, en auðvitað, maður er í vekkferð í lífinu. Og þó að minn þroski sé hægur, þá er það vonandi einhver. Já. Þannig að markmiði er auðvitað, markmiðin eru annars vegar svo, fyrsta markmið er auðvitað að vita hver þú ert. Næsta markmið er að vita hvað þú vilt og svo er að vita hvað þú getur. En aðalatriðir er auðvitað að það sé jafnvægi í þínu lífi. Og ég myndi segja að ég er ekki komin í það jafnvægi, Snorri. Ekki enn? Nei. Hvernig lýsir ójafnvægi sér? Bara svo mikið sem ég vil gera. Ef ég væri komin í algjört jafnvægi, þá væri ég miklu rólegri, held ég. Þannig að fylgi í smá svona tókstrita að vera ekki að gera allt sem þið langar að vera að gera. Já.
og gerir það er vísa ekki mikil, ég sé aldrei eftir neinu þegar ég sel eitthvað það er bara ok, það skipi ég er búin að byggja þann bát Já, bless. Já, en aftur á móti er ákveðin eftirsjá ennþá að geta ekki gert ákveðina hluti og maður reynilega komast á þann stað að það skipti ekki máli og ég tel mig ennþá vera í þeirri vegferð hitt hann að mála, það marg búið að sanna það og nú ég að lengja, ég veit að ást að reyna að klára Nei, ég er ekki eitt eftir Hallt áfram, endilega að það auðvitað það auðvitað markmið að ná eins og ég segi þessari fullu hugaró en leið alveg sannað og meira að ákveðið áreiti eða stress ekki endilega slæmt vegna þess að það vekur upp athafna þrá það hvati til verka og þannig að það þarf ekki að vera slæmt svo framlega sem að hafa verið hinn tólinn til að stjórna því Já. en ég ætla að fækka þeim Þú ætlar aðeins að fækka þú ætlar að minnka stressið Já. En býtu nú við, þá erum við með svona Það bara því að lífssjólið að neyða mig til þess En nú erum við með svona framtaksaman mann eins og þig og þegar að þú ert svona afkastamikill og kemur svona miklu verk og á stærsta sviðinu í Hollywood hvert var stressið? Af hverju varst að reyna að sanna þig svona mikið? Já, nú ert að fara í miklu flokkanar mál sem annað sem bara æska, skilur við Það var alist upp í skugga bróður sem var talinn hálfgerð geni Í tónlistinni? Já Hann var landsþekktur eða hvað? Já, hann landsþekktur 12 ára gamall Fyrir hvað? Fyrir hljómborðsleik Wow. Karl Sigvardsson var meðal hans í trúbroti þannig ég náttúrulega álst alltaf upp í skugga snilling, skilur við Hversu mikið eldri var hann? Hann var ekki 18 mánuðum eldri Nú Þannig að, kannski þetta út af því Já Ég veit ekki af hverju, en það var þörf og þrá en ég alltaf að koma fólki okkar, við erum búin að eignast núna sín í COVID 3 barnabörn Já og mér finnst það æðislegt og svo allir hissa því að mér finnst gaman að vera afi Já Mér finnst það bara stórkostlegt og aftur, af hverju ég get ekki skilið af hverju, mér finnst bara væntingastjórnun fólks varðandi það kunningja og vina, ég myndi ekki að tala almenning hér, ég er ekki sífelldu samtali við þjóðina eins og stjórnmálamenn eða alþingismenn og hef takmarkaðan áhuga á því en aftur, af hverju skildi ég ekki geta verið góður afi sem ég held ég sé og haft gaman að því mér finnst það bara stórkostlegt Þannig að það ekkert erfitt fyrir þig að veita barnabörnunum athygli frekar heldur en verkefnunum sem að bjóðast þér Nei, þeir vilja stundum aðeins kannski meira Já Það svona vandamálið að vinnan verði ekki að vinna síki Já Einmitt og að þú hittir á vegg eins og gerðist hér árið Einmitt Þetta skemmtilega pælingar Já, þetta bara hlut eins og segi það lífsins hjól að taka í taumana hjá mér Það? Já Það væri líka að vera í afneitun Já, mér samt svona eins og bara ef ég horfi yfir sviðið að sé nóg að gerast þess að nefndi ég allar þessar hluti sem múrt að koma í framkvæmd núna en svona, já, en kannski það til langar að klára þetta og svo aðeins hægja á hlutunum Ég held að það, nei, mér langar ekki til þess en ég held að það sé raunveruleiki Já, ég skil Væntingastjórnunin, framleiðandinn munurinn á honum og leikstjóran með að leikstjóran vil bara gera fullkomið verk framleiðandinn með væntingastjórnun sem byggist á því að verkið sem að gera því þarf að skilja innan ákveðins tíma Já. Það munurinn myndi segja líka framleiðanda og leikstjóra þannig að ef þú ert góð framleiðandi þá ertu með væntingastjórnun í lagi en svo þarf hún líka að snúa sjálfum þér og það er flókna Vel gert, já, þú ert að taka þetta yfir á eigið líf Segðu mér frá bíómyndinni þú ert að fara að frumsýna Já á Riff Á Riff, já Fyrsta bíómyndin fyrsta frumsýningi sem þú mætir á sem leikstjóri myndar Já, akkurat Kallinn hefur nú mætt á ansi margar frumsýningar Já, það er alveg rétt Það er fiðringur í maðanum Já, það er það smá En það ekki? Jú Gott Já, gott Og hvert fer myndin síðan? Hvað getur fólk séð þetta?
Það var svolítið þetta komið ljós. Ok. Og ég segi sko, hlutinni finna sér farveg. Þetta þarf líka í þessu skrýtna fjölmiðla landslægi og bara, sem ekki bara hér á landi heldur allstaðar í dag, að stýra farveginum. Bara aðeins sjá til. Já, ok. Ég ekki ofstressaður, ég veit að ég borgaði fyrir myndina, hún ekki svo dýr. Já. Þannig að þó engi sjá hana, þá tap ég engu. Já. Þannig að það búið að afgreiða það sem alltaf oftast stæðst í pakkin þegar þú ert að gera bíómynd. Já. Þú vilt að þeir sem að fjárfesta með þér, að þeir allavega tap ekki. Já. Og yfirleitt áður en ég fer í mynd, ég búin að stjórna væntingum þegar þið vita að það þeir menn allavega fá 80-90% af sínum peningum tilbaka. Það er löngu áður myndinum með sér búin til. Já. Það er yfirleitt búin að tryggja það. Og hefur náð því? Alltaf? Ekki alltaf, en næstuð alltaf. Ok. Vegna þess að ég vil ekkit fara í mynd nema það að ég geti tryggt það. Já. Og það er mitt hlutverk að gera það. Þannig að mikið traust sett á þig í þessu. Já, þessna held ég að sömu aðalega hafi fjárfest með mér sumur áratuga skeið. Hver er arðbarasta mynd sem þið hefur gert? Já, sko, þetta er langur ferill. En Wild at Heart sem auðvitað skemmtilegt, það er nú verkefni sem ég startaði, er líklega eina arðbarasta mynd sem við höfum gert. Og það er líka því að hún var ódýr. Það er ef við gerum myndir sko, undir ákveðinu fjármagni, og hún gengur rosa vel, þá bara er svo erfitt að fela hagnaðinn fyrir hérna ýmsu aðila sem að reyna að fela. Já, já. Þannig að ég myndi segja að líklega er hún svo arðbærasta. Ég sá mynd hérna af frumsýningun á Wild at Heart hérna á Íslandi, þá mynda þér og Vigdísi Finnbogadóttur. Já, já. Var þetta svona stórt að bara forsetinn mætir og horfir á myndina? Já, já. Svo fjall Wild at Heart í smá ána, nú er myndin búin að meika smá comeback. Já. Já, því hún er helviti góð. Síðasta spurning, ertu Íslendingur í hjartanu? Er Ísland heima fyrir þér? Alltaf. Já, vel þú ertu ekki mögulega bara búin að búa meiri hluta lífstíns úti í Los Angeles? Jú, eða Bandaríkjum? 2/3. 2/3? Já, rúmlega það. Já. Ísland er heima? Já, já. Það er ekkert eins og Ísland. Ísland er náttúrulega bara sko andleg uppspretta. Akkur segir það? Það er bara, en það er ég ekki einu maður sem segir þú ekki bara þeir á Íslandsstofu, skilur þið, það er bara það er eitthvað við Ísland. Það er bara eins og hvergi annar staðar og ég var meiri segja, er ekki smá name-dropping gott hérna? Bara að gera. Til þess er þátturinn. Til þess er þátturinn. Já, og David Benioff sem er nú einn af þeim sem að hérna bjóð til Game of Thrones og er góðu kunningi minn. Hvort maður ekki endalega mikið að vinum í Hollywood en maður á kunningja, hann er frábær náungi. Hann er einn af þessum sem er sérstakum aður. Hann er frábær náungi. Ég er búin að þekka hann alveg í 22 ár og hann kom löngsaði því hvernig við þekkjumst en hann kom til Íslands og hann sagði, hafði meiri sér sambandi með strax og þeir voru að byrja að vinna í Game of Thrones en hann hafði þá skrifað fyrir mig handritið af Brothers, myndinni Brothers. Já. Og meiri sér frýtt sem er nú daldið mikill að fá það mann eftirsóttasta handritshöfund í Hollywood. Náður að níða á honum skóinn hann? Sérstök sagði það. Það er önnur saga. Og við vorum einmitt að ræða saman bara núna svolítið eftir hérna Game of Thrones lauk og við vorum að tala um Ísland og því hann sagði við mig í byrjun þegar hann var að fara að gera Game of Thrones það langast að til Íslandi, taka á Íslandi þeir hefði ekki pening til þess. En hann einmitt sagði við mig og við vorum að ræða þetta bara fyrir nokkur mánuðum var ég að ræða hann og ég sagði hann, David, það er bara ekkit eins og Ísland. Og hann sagði, ég er alveg sammála því, við erum sammála því að sumt af okkar uppáhalds atriðum í Game of Thrones eru tekin á Íslandi. Það er ekkit eins og Ísland. Þú getur ekki búið til þá leikmynd í Hollywood, í Írlandi en einstaðar annar stað. Það er fólk sem hefur komið víða við og getur farið hvert sem er með framlýslinu. Nákvæmlega. Það er ekkit eins og Ísland. Það eru loka orðin hjá okkur hérna, Sigurjón. Takk hérlega fyrir að koma í spjallið og hérna ég hlakka til að sjá áraksturinn af myndinni. Já, ég líka. En það ekki? Jú. Til hamingju með hana. Takk fyrir spjallið. Takk.